Þá setjum við þennan fund borgarstjórnar Reykjavíkur í síðasta skipti á þessu kjörtímabili, 24. maí 2022 og veriði velkomin. Fyrsta mál á dagskrá endurskoðun jafnlaunastefnu Reykjavíkurborgar, samanber 42. lið fundargerðar borgarráðs frá 5. maí. Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúinn Diljá Soeka. Hef ég 10, já. Forseti, kæru borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég stend hér í dag að fylgja eftir endurskoðaðri jafnlaunastefnu Reykjavíkurborgar og tillögum að breytingum á stefnunni. Núverandi jafnlaunastefna var samþykkt í borgarstjórn í október 2019 og hún tekur fyrst og fremst mið af innleiðingu jafnlaunavottunar þar sem lykiláhersla kynbundinn launamunur. Stýrihópur endurskoðun jafnlaunastefnu Reykjavíkurborgar var skipaður í júní 2021 með það markmið að yfirfara jafnlaunastefnuna með tilliti til annarra þátta sem kunna að geta valdið launamun. Stýrihópnum var falið það hlutverk að endurskoða jafnlaunastefnu Reykjavíkurborgar með tilliti til margbreytileika starfsfólks og taka í þeirri vinnu mið af mannréttindastefnu borgarinnar og eftir atvikum öðrum stefnum borgarinnar sem gætu átt við auk löggjafar varðar jafnréttismál. Tekið var mið af lögum nr. 86/2018 jafna meðferð á vinnumarkaði og lögum nr. 150/2020 jafna stöðu og jafna rétt kynjanna auk mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda, flóttamanna og umsækjenda alþjóðlega vernd. Margar stefnur. Stýrihópinn skipuðu, auk mín sem var formaður hópsins, Ellen Kalmon, Sabine Lepskov, Halldóra Dýrleifar Gunnarsdóttir, Elín Blöndal og Auður Björgvinsdóttir. Starfsmaður og verkefnisstjóri starfshópsins var Guðrún Elsa Tryggvadóttir, frá Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu. Mig langar að þakka hópnum kærlega fyrir algjörlega frábært samstarf í alla staði. Starfshópurinn fékk ráðgjöf innan og utan borgarkerfis hjá aðilum með sérþekkingu á viðfangsefninu. Meðal annars voru það fulltrúar frá ÖBÍ og Þroskahjálp sem ræddu málefni fatlað fólks, fulltrúi frá mannauðs- og starfsumhverfissviði ræddi við hópinn áskorunir innflytjenda og starfsfólks af erlendum uppruna og sérfræðingur í hinsegin og jafnréttismálum frá Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkurborgar ræddi stöðu hinsegin fólks á vinnumarkaði ásamt fleirum góðum gestum. Á blaðsíðu 3 í jafnlaunastefnu Reykjavíkurborgar segir, með leyfi forseta, jafnlaunastefna Reykjavíkurborgar nær til alls starfsfólks borgarinnar, borgarráð ber ábyrgð á jafnlaunastefnunni. Starfsfólk Reykjavíkurborgar skal njóta jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu og eða jafnverðmæt störf, engin óútskýrður kynbundinn launamunur skal vera til staðar. Stýrihópurinn leggur til að seinni málsgreininni verði breytt líkt og hér segir, með leyfi forseta, tilvitnun hefst, starfsfólki Reykjavíkurborgar skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sömu og jafn verðmæt störf án tilliti til kyns. Engin útskýrður kynbundinn launamunur skal vera til staðar. Greiða skal starfsfólki jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sömu og jafn verðmæt störf án tillits til uppruna, þjóðernis, stéttar, tungumáls, litarháttar, trúarbragða, lífs- og stjórnmálaskoðana, trúleysis, kyns, kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar, kyneinkenna, aldurs, fötlunar, holdafars, líkamsgerðar, heilsufars, atgerfis og annarra stöðu. Alveg þetta í rapp hérna. Mér finnst mikilvægt að taka hér fram að til þess að greiða fólki jöfn laun þarf að gæta þess að öll störf séu öllum jafn aðgengileg. Út frá þessum orðalagsbreytingum kom stýrihópurinn fram með 6 tillögur sem ýta undir að nýjum áherslum sé fylgt eftir og markmiðum sé náð. Ég ætla að renna hérna hratt yfir þær, annars eru þær á blaðsíðu 4 í gögnunum sem fylgja undir fundinum. Tillaga nr. 1. Meta hvernig leggja má spurningar fyrir starfsfólk sem varpa ljósi á þætti sem gætu haft áhrif á launamun. Ég datt aðeins út þannig.
Allavega, tillaga númer 2, endurskoða uppsetningu starfsauglýsinga, sérstaklega með það að markmiða að höfða til ólíkra hópa. Tillaga númer 3, Reykjavíkurborg auki möguleika starfsfólk og sveigjanleika í starfi og fjölbreyttu vinnufyrirkomulagi. Tillaga númer 4, starfsfólk hljóti fræðslu kosti þess að hafa fjölbreyttan hóp starfsfólks. Tillaga númer 5, lagt verði mat á og kortlögð þörf fyrir bættar upplýsingar til starfsfólks borgarinnar jafn launamál og hvert það geti leitað ef það telja á sig brotið. Tillaga númer 6, mannauðs- og starfsumhverfissvið mæli eftir því sem unnt árangur aðgerða fyrrgreindum sem framkoma í framargreindum tillögum. Sem sagt með ánægjumælingum, starfsmannakönnungum og öðrum kerfisbundnum hætti. Það einlæg ósk mín að Reykjavíkurborg, sem stærsti vinnustaður landsins, sé framúrskarandi þegar það kemur að jafnrétti í allri sinni dýrð. Ekki bara í orði og á blaði, í skúffuskjali, heldur á borði og raungerist alla daga. Þó að lagaramminn sé oft fastur fyrir, þá þarf stundum að fara hann mjúkum höndum til að gera hann mannvænni fyrir öll. Mannréttindi og mannvirðing eiga aldrei að vera kvöð á kerfinu og þeim sem því stýra. Að því sögðu, ég stend hér í pontu í allra síðasta sinn og held ræðu, í bili kannski. Ég hélt mína fyrstu ræðu hér í umræðum fjárhagsáætlun í lok árs 2010. Þá formaður ITR og varaborgarfulltrúi Bestaflokksins og var að tala einhverja snilldar hagræðingu í sundlaugum borgarinnar. Afleiðingar hrunsins voru allt yfir og allir lögðust á eitt að láta þetta ganga upp. Ég náði að blanda hárinu á degi nokkrum B. Eggerts inn í ræðuna mína man ég man ekkert hvernig, en það örugglega eitthvað ánægilegt. En já, á tæpum 12 árum hef ég haldið þær þó nokkra ræðunar hér í borgarstjórnarsalnum. Og þó ég segi sjálf frá, þá hef ég 99% tilvika náð að tengja þær mínum mikilvægum málaflokkum sem oft eru kallaðir mjúkumálin, eða ofbeldismál, jafnréttis- og mannréttindamál og barnavernd. Hér má taka dæmi þegar að tillögur að markvissum vinnu- og virkni aðgerðum vegna stöðunar á vinnumarkaði í kjölfar COVID-19 voru lagðar fram, að þá fannst mér mikilvægt að benda á hvaða hátt aðgerðirnar myndu draga úr heimilisofbeldi með beinum og óbeinum hætti. Í ljósi þess að heimilisofbeldi hafði aukist nokkra tugi prósentustiga í heimsfaraldri var atvinnuleysi og aukin viðverandi vera á heimili aðal orsakavaldurinn. Þrátt fyrir hinn svokölluðu hörðu mál snúist alla jafna bókstaflega malbik og steypu, þá það samt sem áður meintu mýkstu málin í mínum augum þau allra hörðustu. Það mitt mat að við ættum að þora að forgangsraða þeim ofar í öllu utanumhaldi borgarinnar okkar. Það það sem ég hef lagt mesta áherslu á í störfum mínum í þágu borgarbúa síðastliðin 12 árin. Og ég get farið sátt og stolt frá borði. Mig langar að hvetja ykkur öll, kæru borgarfulltrúar, komandi kjörtímabils, að þora að forgangsraða mennsku og mannúð ofar á komandi árum. Fjárfestum í börnunum okkar og sem þurfa mest á því að halda, hætta að einblína á vandann sem slíkan og horfa frekar í hvaða orsakar vandann og með því skapið í betri framtíðarsýn fyrir alla borgarbúa. Eins og Guðrún okkar sagði, Ögmundsdóttir, það þarf að fjárfesta í fólki í dag til að draga úr kostnaði síðar meir. Þetta mín mikilvægasta pólitíska lína. Ég ekki í stöðu hér í dag til að koma með lokatillögu. Ég ætlaði ekki að fara að gráta samt. En mér langaði til að koma með eina lokahvatningu til ykkar sem taki við taumunum og hér kemur hún. Hún ekki eins tár vot og það sem undan fór. En ég skora á ykkur að breyta upphafstíma borgarstjórnarfunda og hefja þá fyrr á daginn og enda þá fyrr. Núverandi tímarammi óhentugur vinnutími fyrir fjölskyldufólk. Þessi fundatími arfleifð frá því að borgarstjórn samanstóð af miðaldra körlum einungis sem tóku lítinn sem engan þátt í heimilislífi sínu. Eins og við vitum öll lifum við á allt öðrum tímum, kynjahlutföllin í stjórnmálum hafa verið að jafnast og yfir höfuð hópurinn ekki eins einsláttur og hann var, sem betur fyrr. Ég stíg þá á sviðinu eftir 12 ára veru af bestu og björtu og þeirri viðreistu viðveru,
Takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og er henni þakkað fyrir lokaræðuna og góða vinnu á kjörtímabilinu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Valgerður Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það eru vissulega blendnar tilfinningar sem bærast innra með mér í dag. Það er ekkert leyndarmál að mín ósk var að vera áfram hér á næsta kjörtímabili. En þó svo það sé ákveðin tregi að vera hérna í síðasta sinn, þá er fyrst og fremst þakklæti í mínum huga. Þakklæti yfir því að fengi þetta frábæra tækifæri að starfa á borgarmálunum, starfa á sveitarstjórnarstiginu. Þakklæti yfir því að hafa fengið að koma að mörgum mikilvægum breytingum sem hafa orðið síðustu 4 ár því mikið hefur áunnist. Í fjölmiðlum er gjarnan dreginn upp stöðugur ágreiningur okkar sem í þessum sal störfum. Sjaldan er þá sagt frá þeim fjölda mála sem við afgreiðum í hverri viku í sátt. Því þó svo við tökumst á hér, þá erum við sammála megnið af þeim málum sem fyrir okkur eru lögð. Mig langar til þess að þakka ykkur öllum fyrir samstarfið. Þakka ykkur fyrir þessi 4 ár. Ég gengi hann út í dag ríkari eftir að hafa fengið tækifæri til að starfa á sveitarstjórnarstiginu. Við ykkur sem sitji heima og hafið alltaf verið að velta fyrir ykkur hvort að stjórnmál séu eftirvill fyrir ykkur, vill ég segja já, svo sannarlega. Takið þátt, látið ykkur heyra, takið pláss. Ég vil þakka því frábæra starfsfólki sem starfa hjá Reykjavíkurborg fyrir samfylgdina, eljuna og vinnusemina. Það eru þið sem láti borgin okkar blómstra, veiti börnunum okkar ást og hlýju, vinnið af heilum hug af því að gera Reykjavíkurborg að betri borg fyrir okkur öll. Eins þá óska ég þeim sem í þennan sal mæta eftir 2 vikur á sinn fyrsta borgarstjórnarfund innilega til hamingju og óska þeim velfarnaðar í sínum störfum næstu 4 ár því að ykkar bíða spennandi tímar. Það er vel við hæfi að í síðustu ræðu minni þá sé verið að fjalla jafnlaunastefnu Reykjavíkurborgar sem ég styð heilsugar og mun glöð veita mitt brautargengi. Takk fyrir mig, Reykjavík. Borgarfulltrúanum er þakkað fyrir sína lokaræðu og fyrir góð störf á kjörtímabilinu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Það er að fara í andsvör. Er það taka ræðu eða andsvar? Ok, þá. Okay. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar og aðrir áheyrendur. Hér erum við að ræða jafnlaunastefnu og það kemur fram að markmið sé að fara yfir jafnlaunastefnu sem lykiláherslan er á að útrýma kynbundnum launamun en það er auðvitað að vera að skoða þar fleiri breytur sem að þarf að skoða og aðra þætti sem að geta valdið launamun. Og í því samhengi þá vildi ég nefna þar sem að mér finnst blasa beinast við og sem er ekki verið að fjalla í þeim gögnum sem við fáum og það er auðvitað láglaunastefna borgarinnar sem að kemur einna verst niður á fátækum konum sem að starfa í hefðbundnum kvennastéttum. Það er útvistunarstefna sem leiðir til þess að starfsfólk borgarinnar og byggðasamlaga það nýtur ekki sömu kjara fyrir sömu störf og sem dæmi eins og ég hef oft nefnt hér að þá má nefna það starfsfólk sem er fast ráðið til strætóbjess er með hærri grunnlaun en þau sem er ekki ráðin í gegnum strætó. Þannig ef við ætlum að tala að starfsfólk skuli njóta sömu kjara fyrir sömu störf og þá þykir mér auðvitað eðlilegt að við ræðum þetta. Það er einmitt talað að starfsfólk að það skuli njóta jafnra launa fyrir jafn verðmæt störf. Hver metur virði þessar starfa? Við tölum þessa stefnu hér í borgarstjórn. Þetta er mjög mikilvæg stefna. En á sama tíma þá var ég að rifja upp líka fyrri fundi sem við höfum haldið hér í borgarstjórn og var að hlusta á þegar við vorum að ræða hér tillögu sósíalista hvað teldist vera ásættanlegt launabil í borginni og ég var að rifja upp þær umræður og þá var
umræðan sem kom fram út frá því að það væri ekki okkar að vera að ákveða það því það væri samið um kjör í gegnum kjara samninga en á sama tíma þá höfum við auðvitað eitthvað það að segja hvernig laun okkar borgarfulltrúa eru, hvernig okkur finnst ásættanlegt að þessi háu laun sé, sem að mínum mati há laun í samanburði við það sem að lægstu laun eru. Þannig að á sama tíma við erum að ræða jafnlaunastefnu, þurfum við þá ekki líka að ræða hvað okkur finnst í lagi að við séum með í laun, hvað við viljum sjá varðandi svona launabil. Þegar við erum að tala virðistarfa, hver segir okkar starf sé eitthvað meira virði í launatjekka en önnur störf sem eru hér unnin í borginni. Við getum haft áhrif á það, við getum rætt það, við getum sett fram einhverja stefnu og það er okkar að gera það. Það er okkar að tala það að það sé ekki margfaldur munur á lægstu og hæstu launum. Við getum haft stefnuna ofanfrá. Mér finnst það mikilvægt. Mér finnst mikilvægt að við séum að ræða það. Tillaga við sósíalistar ég lagði fram tillögu launagreiningu og henni var vísað inn í vinnuna endurskoðun jafnlaunastefnu Reykjavíkurborgar og ég spyr hvernig var unnið með þá tillögu, hvernig hún var afgreidd eða skoðuð og það var hérna í október 2021 sem að tillögu sósíalista greiningu á launagreiðslum Reykjavíkurborgar til starfsfólks borgarinnar og líka starfsfólk sem að vinnur í fyrirtækjum og vegum borgarinnar. Það var óska eftir bara mjög ítalegri launagreiningu eftir ólíkum starfsviðum og öðrum félagslegum breytum. Þannig ég vildi vita hvernig var tekið á þeirri tillögu. Það sem að stendur eftir og það spurningar sem ég hef í rauninni bara hvernig þessi stefna sem sett fram hér, hvernig hún að fara að hjálpa fólki í láglaunastörfum í borginni, hvernig hún að fara að hjálpa manneskjum sem eru í stritandi fátækt og hvernig þá stefnan að fara að taka tillit til stéttastöðu eins og fjallað hér. Og svo líka verið að tala svona félagslega stöðu og það hefur komið fram að fatlaðir hafa nefnt hafa bent á þau fá lítið greitt í vinnu og virkni úrræðum í störfum sem að borgin þá að bjóða upp á í samvinnu við aðra. Þannig mér finnst þetta mikilvægt, hvernig erum við að bjóða upp á góð laun, hvernig ætlum við virkilega að ná því fram. Svo ég með bókun sem ég eftir að vinna betur en ég kem þá með hana undir þessum leið. Borgarfulltrúin hefur þá lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúin Ellen Jacqueline Kalmon. Ágæti forseti og borgarstjórn. Fyrst af öllu þá vil ég þakka kærum kollega mínum Diljá Ámundadóttur borgarfulltrúa fyrir hjartnæma ræðu sem kvað margt sem einnig snertir mitt hjarta. Mig langar líka til að þakka henni fyrir að leiða þennan góða stýrihóp endurskoðun jafnlaunastefnunnar ásamt starfsfólki á mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu borgarinnar og mannauðs- og starfsumhverfissviði. Já, og öllum þeim utanaðkomandi aðilum og gestum sem góðfúslega lögðu málefninu lið með álitum þeirra og ráðgjöf. Slíkt samstarf og álitsgjöf gríðarlega mikilvægi vinnu sem þessari. Við hlustuðum á forsvarsaðila ólíkra hópa fólks og tókum tillit til þeirra skoðana og álits við vinnuna. Margbreytileikinn skemmtilegur, auðgandi og gefur lífinu lit. Í þannig samfélagi vil ég búa, í þannig borg vil ég búa, þar sem alls konar fólk kemur saman af ólíkum uppruna, með ólíka getu og hæfni, flóttafólk, innflytjendur, fatlað fólk og alls konar fólk, sem byggir samfélagið, fer sínar leiðir og aðrar, hefur áhrif á annað fólk, borgina, menninguna og landslagið.
Einsleitni þykir mér minna áhugaverð. Til að margbreytileikin geti þrifist í samfélaginu þá verðum við að tryggja öllum jafnan rétt. Þannig að alls konar fólk hafa áhuga að búa hér og starfa og jöfn laun eru liður í því. Reykjavíkurborg sem fjölmennasti vinnustaður landsins á að vera leiðandi í þeim efnum og við sem að skipum borgarstjórn, við sem höfum skýra framtíðarsýn, við sem erum tilbúin að raungera þá sýn og leiða, tilbúin að þjóna borgarbúum, verðum að vera leiðandi í þeim málum með því að setja skýra stefnu líkt og við leggjum fram hér í dag. Eins og Diljá Ámundadóttir borgarfulltrúi kom inn á í ræðu sinni áðan, þá er mikilvægt að hér búi fjölbreytt flóra fólks og tryggja þarf að störf séu aðgengileg öllum og þá vil ég sérstaklega nefna fólk með annað móðurmál en íslensku. Það eru fjölmörg störf auglýst nú mundir og mikil þörf á starfsfólki á höfuðborgarsvæðinu bara yfir höfuð. Í þessari jafnlaunastefnu höfum við ávarpað þennan hóp sérstaklega og við ætlum okkur að tryggja aðgengi þeirra að störfum hjá Reykjavíkurborg með því að gæta þess til dæmis að auglýsa á fleiri tungumálum. Við ætlum að endurskoða uppsetningu starfsauglýsingar sérstaklega með það markmið að höfða til ólíkra hópa fólks. Þar segir í tillögu 2 á blaðsíðu 5 með leyfi forseta: rannsókn stöðu innflytjenda og íslenskum vinnumarkaði sem unnin var árið 2019 leiddi í ljós að meirihluti aðspurðra taldi sig erfitt með að finna störf við hæfi hér á landi. Því er mikilvægt að ekki séu gerðar óþarflega strangar kröfur til íslenskukunnáttu þegar ráðið í störf hjá borginni. Eins og ég kom að hér áðan þá er mikil þörf á starfsfólki á höfuðborgarsvæðinu og fjölmörg störf auglýst, en nú þegar ríkið er að senda fjölda flóttafólks úr landi, ætti það kannski frekar að huga því að aðlaga og bjóða upp á aðlögun fólks og íslenskukunnáttu þannig að það geti tekið þátt í íslensku samfélagi. Við erum tilbúin að taka á móti fólki hér í Reykjavíkurborg. Ég er stolt af þessari jafnlaunastefnu og mér þykir mikilvægt að horfa til fleiri hópa eins og farið hefur verið yfir og ég vil svo líka bara nota tækifæri núna og þakka öllum mínum góðu félögum í borgarstjórn, bæði meirihluta og minnihluta fyrir samstarfið, því nú kveð ég þetta kjörtímabil, þennan vettvang sem borgarfulltrúi en tek við sem varaborgarfulltrúi á kjörtímabilinu sem senn hefst. Þetta hefur verið sérstaklega lærdómsríkt tímabil sem hófst hjá mér sem borgarfulltrúi miðju COVID 1. júní 2020 og ég veit að ég hef engan veginn öðlast sömu reynslu og þeir sem hafa sinnt þessu starfi í venjulegu árferði, en mikla reynslu hef ég enga síður öðlast. Ég vil sérstaklega þakka formönnum þeirra ráða sem ég hef starfað með, Heiðu Björgu Hilmisdóttur, sem hefur verið einstaklega þolinmóð og leiðbeinandi, Dóru Björtu Guðjónsdóttur sem hefur haldið gríðarlega vel utan ráð sitt og Hjálmari Sveinsinni sem hokin af reynslu, en þar kemur kona aldrei að tómum kofanum. Þá vil ég endilega þakka henni frábæru Helgu Laxdal og hennar starfsfólki á skrifstofu borgarstjórnar og sviðsstjórunum, Regínu Ásvaldsdóttur, Óskari Sandholt, Önnu Kristinsdóttur skrifstofustýru mannréttindaskrifstofu og svo þetta Örnu Skram, blessuð sé minning hennar, og öllu þeirra starfsfólki og öllum þeim sem ég er að gleyma að telja upp, sem hefur komist í gegnum þessi síðastliðin, allt þetta fólk hefur komist í gegnum síðastliðin 2 ár af einstökum myndugleik í fullkomlega óeðlilegu og fordæmalausu samfélagsástandi. Að lokum vil ég þetta þakka mínu kæra Degi B. Eggertssyni fyrir enga gott samstarf á þessum spretti. Eins og við vitum öll þá hefur ekkert verið venjulegt heldur þrátt fyrir mann sem einnig hokin af reynslu að stýra borgi þessu árferði. Og það hefur verið líka samhljómur í mörgum þeim nefndum og ráðum með meiri og minni hluta að komast í gegnum þetta saman og mér hefur bara fundist að takast vel. Ég þakka ykkur enn aftur fyrir, stolt af þessari jafnlaunastefnu sem að ég vona við framfylgjum öll og ég trúi því að borgin sé leiðandi í þessu starfi á landsvísu. Ég hlakka til framhaldsins og óska þess að borgin haldi áfram að vaxa og dafna og tek svo undir orð Diljár hérna að lokum, hugum nú vel að börnunum því lengi býr að fyrstu gerð. Takk fyrir mig. Og við borgarfulltrúin lokið máli sínu og er henni sömuleiðis þakkað fyrir ræðuna og góð störf. En þá ef ekki fleiri borgarfulltrúar hvatt sér hljóðs undir þessum ágæta dagskrárlið og verður því gengið til atkvæða, en tillagan er borin fram með fyrirvara, samanber fundargögn og samanber tillöguna eins og hún lagði fram í borgarráði. Þess að lagðar fram tillögur dagsettar 29. apríl 2022
að endurskoðun jafnlaunastefnu Reykjavíkur til 2030, auk þess sem lagt til að þær verði samþykktar með fyrirvara kostnaðarmat á aðgerð nr. 2. Og þá skulum við bara dingla bjöllunni. Við séum öll í húsi og þau ykkar sem að samþykki tillöguna með þessum fyrirvara gefið þess merki og þau sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt og vindum við okkur þá í lið á dagskrá númer 2. Það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fjölgun lóða fyrir grunnþjónustu borgarinnar og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég ætla að mæla fyrir þessari tillögu hérna sem liggur fyrir. Ég hef reyndar mælt nokkuð oft fyrir mikilvægi þess að tillaga þessu tagi verði tekin fyrir í þessum sal, en nú ætla ég að gera það með formlegum hætti. Gekk það skemmtilega tækifæri að fá að flytja hérna tillögu fyrir hans Sjálfstæðisflokksins á síðasta fundi þessarar borgarstjórnar sem nú að fara frá og ég einn af þeim sem fer frá í dag frá þessum fundi og komum að því kannski á eftir eða næstunni með það mál. En ég ætla aðeins að ræða þessa tillögu fjölgun lóða fyrir grunnþjónustu borgarinnar og tillagan svona hljóðandi með formlegum hætti. Borgarstjórn samþykkir að skipuleg könnun verði gerð á lóðum í borgarlandinu sem henta fyrir stofnanir og skóla og þær tekna frá fyrir þá starfsemi. Sífellt vaxandi grunnþjónusta á vegum borgarinnar kallar á að lóðir sem tiltækar í hverfunum verði tekna frá til að geta sinnt eftirspurn stofnana borgarinnar sem sinna þessari þjónustu og þær nýttar annarkvort til stækkunar eldra húsnæðis eða fyrir nýja uppbyggingu. Lóðir fyrir starfsemi skóla og frístundasviðs og velferðarsviðs verði hafðar í forgangi. Hentugar lóðir fyrir aðra lykilstarfsemi borgarinnar verði sömuleiðis hafðar í huga í þessu verkefni. Skipulagssviði borgarinnar verði falið að gera úttekt á lausum lóðum í borgarlandinu sem henta fyrir grunnþjónustu sem unnt að gera byggingahæfar á skömmum tíma. Og þessu fylgir örstutt greinargerð sem svo hljóðandi og geta farið gegnum það og þannig ég að reyna að lýsa svolítið minni reynslu af þessu máli. Það hefur lengi blasað við að leita hentugum lóðum fyrir stækkun og skólahúsnæði í fjölmörgum hverfum borgarinnar hefur verið afar flókin og erfið og oft árangurslaus. Mjög hefur verið þrengt að skólastarfsemi með þéttingu byggðar í grónum hverfum líkt og fram hefur komið í nýlegum skýrslum. Og þarna ég að vísa í Brúum Biluhópið og ég að vísa í skýrslu sem við höfum verið að vinna, sem höfum verið að leita að möguleikum á lausnum á þessu vandamáli. Svo held ég áfram með leyfi forseta, mikil fjölgun nemenda kallar á stækkun skólahúsnæðis, annarkvort með nýjum skólum eða viðbyggingu við eldri byggingar. Þetta á ekki bara við grunnskóla, heldur einnig leikskóla, frístundamiðstöðvar og félagsmiðstöðvar. Ástandið hefur verið alvarlegast í vesturhluta borgarinnar. Og þessi umræða, hún hefur ekki bara verið í kollinum á mér, heldur hefur hún verið á þessum fundum, vinnufundum í stýrihópum sem ég hef settið í, ekki bara þetta kjörtímabil, heldur líka síðasta kjörtímabil, sem sett í 8 ár, þannig að ég þekki ágætlega ástandið. Og þetta svolítið endurómum frá því sem að sérfræðingar og embættismenn borgarinnar hafa verið að nefna og benda á þennan veikleika að það ekki til staðar þessi möguleiki á að stækka þær byggingar sem þarf að stækka eða byggja við eða setja lausar og færanlega kennstofur inn á þessa staði. Og þetta auðvitað mest áberandi á þeim stöðum sem við höfum verið að vinna með, þar sem þéttingin hefur verið meiri og nú ég ekki að vísa í einhverja pólitíska vangaveltur hvort að þétting eigi rétt á sér eða ekki, heldur fyrst og fremst á hliðaráhrif eða verkefni sem að fylgja því þegar að verið að þétta. Það þarf að huga þessari grunngerð eða framboði á þjónustu magni sem þarf að vera inn í hverfunum. En þetta vandamál, það auðvitað líka farið að gæjast fram í öðrum hverfum borgarinnar og þó við sjáum það kannski ekki beint
í dag að þá alveg ljóst að það getur orðið með nánast engum fyrirvara breyting á eða tiltölulega skammt inn í framtíðinni, og þarna ég að vísa kannski frekar meira inn í lóður í austurhluta borgarinnar. Og þegar við förum að skoða kannski aðeins málin lengra inn í framtíðina, þá sjáum við það að þó að sé nóg að lausu húsnæði inn í hérna í Grafavogi og upp í Breiðholt að þá getur breytingin orðið nánast yfir nóttu. Það þekkjum við ágætlega í Vesturbænum þar sem hérna var ágætis framboð af lausum leikskólaplássum og skólahúsnæði var rúmað ágætlega það nemendafjölda sem þar var, en síðan á mjög stuttum tíma breytist það og breytist mjög hratt. Þannig að hérna, þetta eitthvað sem við erum búin að vera að glíma við, sem að vinnum í þessum stýrihópum sem erum að fást við þessi vandamál. Þetta eru þessi raunveruleg vandamál sem við erum að fást við. Þetta snýst ekki skipulagsmál í mínum huga og heldur svo sem ekki í hugum þeirra sem hafa verið að nefna þetta á þessum fundum sem ég hef verið að fara yfir. Heldur fyrst og fremst er þetta spurning það að þessi stækkunarmöguleika séu, ég vil ekki nota orðið hilluvara, en þessi aðgengi og möguleikar á því að stækka, að það sé haldið utan þetta. Og ég held að það hafi verið í máli í skýrslu sem Diljá Ámundadóttir flutti hérna á, að var hann að nota á orðið að kortleggja. Og það er kannski það sem ég hef frekar átt að nota þegar ég var að setja saman þessa tillögu, að hún er kannski helst til svona skipulagslega afmörkuð, en í mínum huga er það ekki það. Þetta er fyrst og fremst að kortleggja þessa möguleika á því að stækka og hafa þá í handraðanum, hafa þá til að grípa þegar við þurfum á að halda. Og kannski við sem höfum verið lengst að leita lausu húsnæði í Vesturbænum þekkjum þetta að það kannski blasir við að það eru lausa lóðir einhvers staðar í nánasta nágrenni við leikskóla sem þurfa nauðsynlega á stækkun að halda, en þá eru einhverjir hnökrar eða tormerki á að það geti gengið eftir. Þannig að þetta snýst ekki skipulagsvinnu í þeim þrönga skilningi, heldur snýst þetta það að það sé farið í kortlagningu, leit að lausum lóðum, hafa aðgengi að plássi til þess að stækka okkar starfsemi. Þannig að þetta er viðbót við skipulagsvinnuna og tilheyrir henni ekki beint. Það ýtti ennþá meira við mér að þessi tillaga þyrfti að koma fram. Ég hef svo sem fylgst best með þessu ástandi, þessu vandamáli, eða þessum veikleika inn í skóla- og frístundaráði. En svo það maður heyri sérfræðinga af velferðarsviði nefna það að vandamálið er mjög svipað þar. Það vantar húsnæði fyrir búsetuúrræði eða búsetukjarna sem nú þegar er í starfsemi að þeir geti stækkað og vaxið. Og það er þetta það sem við viljum. Ég er alveg sannfærður það þegar við förum að ræða þetta mál aðeins áfram að það kemur í ljós að það eru fleiri svið sem að kalla eftir, svo ekki bara fleiri svið, heldur örugglega fleiri aðilar, stofnanir og aðilar sem að veita grunnþjónustu, hvort sem það er ríki eða sveitarfélög eða félagasamtök sem að þurfa svolítið að stækka, og það er nákvæmlega það sem okkur ber skylda til, það er að liðka fyrir því að þjónusta við það sem á þurfa að halda. Annarkvort okkur beri lagaleg skylda til þess að veita þá þjónustu, eða við viljum það bara einfaldlega til þess að búa til betra samfélag, að þá þurfum við að geta svarað þessu kalli eftir lóðum, og þá er gott að vera með þessa kortlagningu, þannig að við getum átt okkur á nákvæmlega hvar þarf að bæta við, hvað er hægt að bæta við. Nú þetta er nú reyndar síðasti fundurinn sem að ég kem til með að standa hér í borgarstjórn, og ég vil kannski nota tækifærið og þakka fyrir mig og þakka fyrir þessi ágætu 4 ár hér og síðan 4 ár áður sem í ýmsum ráðamannanefndum og stýrihópum, og þetta hefur verið mjög ánægjulegt og uppbyggilegt, og hefur verið gaman að því að kynnast bæði öflugu og áhugaverðu og oft á tíðum skemmtilegu fólki. Og ég ætla að segja það fyrir þá sem eru líka að hætta að þetta er svolítið erfitt að slíta sig frá þessu. Þetta er sérstaklega skemmtilegt verkefni að fást við að veita þjónustu við íbúa
sinna málefnum sveitarfélaga og fátt sem kemur í staðinn fyrir það. Þannig að ég ætla allavega að hætta í bili, veit svo sem ekkert hvað verður í nánustu framtíðan, en bara enn og aftur kæra þakkir og bara til hamingju með þennan síðasta ágæta fund og takk fyrir mig. Bless. Borgarfulltrúanum þakkað fyrir ræðuna og fyrir störfin á kjörtímabilinu. Einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar, það Skúli Þór Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég byrja á því að þakka borgarfulltrúa Erni Þórðarsyni fyrir ágæta tillögu sem ég veit að lögð fram af góðum hug og gefnu tilefni og ég tel að það sé eðlilegt að skoða hana vandlega. Hárrétt að það ekki alls staðar möguleiki til staðar að stækka byggingar og skólahúsnæði, en ég vildi þó halda til haga svona ákveðnum dæmum hið gagnstæða, kannski að því að Vesturbæninn var sérstaklega nefndur, þá rétt að rifja það upp að við höfum þegar stækka Vesturbæjarskóla og hann var stækkaður með glæsilegri viðbyggingu sem var tekin í notkun á þessu kjörtímabili. Það liggur fyrir sömuleiðis nýlega ákvörðun að stækka Hagaskóla og þar mun húsnæði skólans stækka helming. Það liggja sömuleiðis fyrir nýlega tillögur stækkun Melaskóla og í leikskólum í Vesturbæ hefur þegar verið ákveðið að stækka leikskólan Sæborg sem nú á einni bestu leikskólalóð í borginni. Hann mun stækka verulega með viðbyggingu, leikskólinn Hagaborg sömuleiðis með 2 færilegum stofum. Svipur lausn og var tekin í notkun í byrjun þessa árs við leikskólan Gullborg í Vesturbænum. Nýr leikskóli hefur tekið til starfa á horni Eggertsgötu og Njarðargötu í marsbyrjun og stór leikskóli fyrirhugaður í hinni nýju byggð í Skerjafirðinum. Sömu sögur að segja af Vogabyggðinni, Ártúnshöfðanum, Breiðholtinu og víðar, þannig að það vissulega þannig að það verið að taka frá lóðir fyrir grunnþjónustuna eins og skóla- og frístundastarf víða í borginni. En engu að síður það rétt og eðlilegt að við förum vandlega yfir sviðið og ég styð það því að þessi tillaga fái nánari skoðun því að alltaf betra að hafa fleiri kosti en færri þegar við erum að finna lóðir fyrir skóla- og frístundastarf og aðra grunnþjónustu í borginni. Að lokum þetta þakka Erni Þórðarsyni frumvaranda tillöguna fyrir góð störf og afar ánægjulegt samstarf á undanförnum árum í skóla- og frístundaráði, brúum bilið, stýrihópnum og reyndar víðar og óska Erni velfarnaðar í framtíðinni. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúin Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka Skúla Helgasyni fyrir hans innlegg og það auðvitað alveg rétt sem hann nefnir að þegar að fer yfir sviðið að okkur hefur gengið oft á tíðum ágætlega að finna húsnæði fyrir stækkun og annað, það auðvitað alveg hárrétt. En annars hefur ekki gengið eins auðveldlega, þess vegna kannski meiri ástæða til þess að taka til skoðunar því við þurfum í rauninni að geta gengið að þessu plássi vísu sem víðast. Ég vil þá kannski líka nota tækifæri fyrst að hann fór yfir sviðið og talaði alla þessa ágætu uppbyggingu og stækkun og fjölgun og annað að þakka fyrir þann hlut sem ég hef fengið að gegna í því sem fulltrúi minnihlutans í því starfi og ég hef oft á tíðum verið mjög stoltur og ánægður með þau störf sem ég hef unnið í þeim hópi í 8 ár núna að verða, þannig að þakka á sömuleiðis bara Skúla fyrir frábært samstarf og árangursríkt á nákvæmlega þeim vettvangi að finna húsnæði hentugt til þess að efla og stækka þá þjónustu sem við viljum efla og stækka. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin lokið við að svara andsvari og næst tekur til máls borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér að ræða skynsama tillögu það að við séum með gott yfirlit og fyrirhyggju í lóðamálum fyrir starfsemi borgarinnar sjálfrar og ég ánægður að hún fái þá að lifa fram á næsta kjörtímabil. Þetta kannski eitt af mörgum púslum sem þarf að sinna á nýju kjörtímabili. Það eru ýmsar breytingar sem við vitum að kallað á og ég vildi kannski ekki ræða beint pólitískt, heldur líka bara demografískt, eða horfa bara á hver þróunin hefur verið og hver hún verður. Hún miklu örari heldur en Reykjavík hefur
átta sig á. Það hefur verið meiri fjölgun í landinu heldur en ekki bara Reykjavík, heldur líka Hagstofan gerði ráð fyrir. Og við verðum sem höfuðborg að vera tilbúin að takast á við framtíðina miklu meiri fyrirhyggju heldur en gert hefur verið. Þetta við íbúðir fyrir almenning, að hafa svæði tilbúin til íbúða við uppbyggingar. Þetta við stofnanir, lóðir fyrir stofnanir, þetta við lóðir fyrir fyrirtæki og síðast en ekki síst, það sem að felst í þessari tillögu, lóðir fyrir starfsemi borgarinnar sjálfar. Vöxtur hefur verið á Íslandi meiri heldur en í mörgum öðrum löndum. Við erum að sjá 2% vöxt á ári og til að við áttum okkur á hvað það þýðir ef hann verður áfram þá það 50% aukning á 20 árum. Á 20 árum þá verðum við 50% fleiri ef við erum með 2% fjölgun á ári. En áætlanirnar sem við erum að horfa á, bæði í aðalskipulaginu og annars staðar, eru miklu lægri. Þannig að við þurfum að horfa á málin eins og þau eru. Það eftirspurn eftir bæði íbúðum og fyrirtækin þurfa sína lóðir, stofnanirnar þurfa sína lóðir og borgin sjálf þarf að vera tilbúin fyrir þessar breytingar. Eitt af því sem ég vil líka nefna í þessu sambandi, sem mjög tengt þessu máli sem tillagan fjallar hvernig við skipuleggjum stofnanalóðir. Við erum oft bundin af mjög þungum skipulagslögum, kæruferli og úrskurðarnefndum og þegar við til dæmis erum að bæta við eða færanlega kennslustofu, þá getur það tekið alveg óratíma. Hún ekki sérstaklega færanleg, þessi færanlega kennslustofa. Hún föst í kerfinu. Og eitt af því sem þarf að skoða getum við ekki gengið þannig frá skipulaginu að það megi færa færanlega kennslustofur. Það eitt af því sem það þarf að gera til þess að lenda ekki þessu aftur og aftur. Það að segja að skipulagið sé sveigjanlegra heldur en það. Þetta hægt að gera bæði í aðalskipulagi og deiliskipulagi að hafa meiri heimildir til þess að breyta þegar við þurfum að bregðast við. Þá erum við ekki á síðstundu eða það sem verra eftir að sérstundin farin og lendum aftur í biðlistum og vesinni eða viðhaldi eða skort á því. Þannig að þetta púsl í stóra púsluspilið framtíðina. Þetta púsl inn í framtíðina og mér finnst jákvætt að við skiljum þessu yfir í næsta kjörtímabil. Þetta fundur milli kosninga og nýrar borgarstjórnar og þetta bara jákvæð sending inn í þá framtíð. Ég vil síðan þakka öllum sem ég hef starfað með, bæði í borgarstjórn og starfsfólki borgarinnar, innilega fyrir eftirminnilegt kjörtímabil, bæði góðar og mismunandi minningar en fyrst og fremst góðar minningar. Góðar minningar í mínum hópi og góðar minningar með fólki úr öllum flokkum og ég mun eiga þær alltaf með mér eftir þetta kjörtímabil og það verðmæti í því. Síðan óska ég bara nýrri borgarstjórn sem tekur hérna við 7. júní, velfarnaðar og vil sérstaklega hvetja hana til að undirbúa framtíðina af djörfung og fyrirhyggju. Það held ég að sé besta veganesti bæði í skipulagsmálum og samgöngumálum og húsnæðismálum. Annars þakka ég kærlega fyrir samstarfið á kjörtímabilinu. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og honum þakkað fyrir ræðuna og fyrir góð störf á kjörtímabilinu. Næst tekur það til máls borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það kom fram að þessi tillaga verður kannski góð inn í framtíðina eins og næsta kjörtímabil og ég held það og borgarfulltrúi Örn Þórðarson fór vel yfir þetta. Þetta sem tillaga skipulag könnun verið gerð á lóðum í borgarlandinu sem henta fyrir stofnanir, skóla og fleira og það alveg rétt, við þurfum að hafa þetta í huga, hvort sem við þurfum að gera ný hverfi eða skipuleggja ný hverfi eða á þéttingarreitum og því líkt. Nú það sem ég vildi nú koma líka að við þurfum að hugsa fyrir fleirum skólum og það verður náttúrulega að gera
En þá vil ég nú nefna íþróttafélögin eða íþróttir. Þetta allt saman sem þarf að hafa í huga. Íþróttir þurfa töluvert pláss og það kannski ekki síður vandasamt að finna það á þéttingarreitum en við verðum að gera það. Því að við viljum að börnin hafi aðgang að hreyfingu. Nú það nú eins og maður segir, þetta nú kannski, það alltaf að koma upp nýjar greinar, hverjum dottið í hug fyrir 10-20 árum að íþróttafélögin vildu fá knatthús, eða það væri orðin krafan og reyndar komið held ég í öllum nágrannasveitarfélögum kringum okkur. Og auðvitað veit ég það sem ég nú í þessu sjálfur, að það krafa hjá íþróttafélögunum, en það ekki endilega alveg stór, þessi stærri gerð af knatthúsum, heldur svokölluð hálfknatthús. Ég held að félögin séu tilbúin að það sé nóg, en þetta töluvert samt stórt, þetta eins og hálfur knattspyrnuvöllur og það þarf að gera ráð fyrir þessu og við þurfum svona að hafa þetta í huga og svo alltaf að koma nýjar greinar. eins og bara á þessu kjörtímabili allt í einu orðin gríðarlega vinsæl ein grein sem heitir rafíþróttir og hundruð barna sem að stunda þetta bara af mikilli, hvað maður segja, áfergju og eru mjög inn á því að þetta sé það sem að koma og þarna vantar pláss, það er náttúrulega inn í íþrótt en það þarf að skapa aðstöðu fyrir þessa krakka og húsnæði og við þurfum að hafa þetta í huga í öllu okkar skipulagi. Nú svo náttúrulega hef ég eins nefnt áður svo sem hér útkallsaðila og þvíumlíkt, það þarf alltaf að hugsa fyrir þeim, þeir þurfa náttúrulega, hvort sem það slökkvilega lögregla, þurfa að vera vel staðsett, sérstaklega við stofnbrautir, svo við komist leiðarsinnar, fljótt og hratt í neyðartilfellum. Nú það má nú segja það er nú stundum kannski gleymst að tala við þessa aðila í skipulagi og en ég veit að það er ekki viljandi gert, að sjálfsögðu ekki, en við þurfum að, það er svona kannski þegar verið að huga þrengingum gatna og eitthvað því líkt, þá er nauðsynlegt að þessir aðilar séu með í atburðarásinni. Þannig að vel sé hugsa til þess að þeir komist greiða leið í sínum störfum eða í sínum útköllum. Nú ég vildi svona bæta þessu við og en þetta er svona tillaga sem að við munum örugglega fjallum á næsta kjörtímabili og ég vil bara að lokum þakka samstarfið við þá borgarfulltrúa sem nú eru að ljúka hér eða hætta á þessu kjörtímabili og ég vil þakka hann fyrir samstarfið bara og viðkynninguna. Þetta hefur bara verið alltaf gaman að kynnast nýju fólki en bara og ég óska alls góðs í hverju sem þau taka sér fyrir hendur. Takk. Borgarfulltrúin hefur þá lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hér með tillögu frá Sjálfstæðisflokknum sem hljóðar þannig að borgarstjórn samþykkir að gera skipulega könnun á lóðum í borgarlandinu sem henta fyrir stofnanir og skóla og það verið teknar frá fyrir þá starfsemi. Síðan hefur hér komið fram að kannski frekari kortlagningur að ræða og ég held að það sé vel og að skipulagssvið borgarna verið falið að gera úttekt á lausum lóðum í borgarlandinu sem henta fyrir grunnþjónustu. Og síðan, og þetta fín tillaga, við erum náttúrulega tiltölulega nýbúin að samþykkja hér aðalskipulag, en tillagan er góð engu að síður og við höfum fengið aðeins viðbætur og hugmyndir inn. Mér langar að bæta líka inn það sem við erum að tala um kortlagningu, að við erum þegar búin að ákveða það að fara í aðgerðaáætlun atvinnu- og nýsköpunarmál, að fara í kortlagningu á atvinnutækifærum
inn í hverfunum, af því við höfum verið að tala um það að fara í svona ákveðin atvinna inn í hverfin og það hefur verið ákall um það frá borgarbúum í hverfum. Borgarfulltrúi Björn Gíslason kom inn á íþróttamálin og það er ágætis áminning um það hvernig þau breytast hratt og vel. Við vorum nú öll kölluð hér til rétt fyrir kosningar nýja hestaíþróttin er orðin inn í íþrótt skyndilega og ég veit að margir hér voru kallaðir upp í fák og þannig að það er ekki bara knatthús, það eru líka risa hesthús sem eru væntingar og fleira og ég held að framtíðin, við getum engan veginn séð hana fyrir, en ég held að sé mikilvægt að við reynum að sjá eins mikið fyrir og við getum. Í þessari liðfræði sem borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnars kom inn á, þá held ég að það sé ágætis nefnilega hvatning það. Við þurfum að hann kom inn á sveigjanleika og það skiptir, og ég tek það líka til okkar, það skiptir máli að við einföldum byggingar ferla og umgjörð og það hefur nú þegar verið svona rætt um það að það verði eitt af stóru verkefnunum á næsta kjörtímabili, ergo eftir 2 vikur. Það er ekki lengra í það en svo. Mér langar að segja, við viljum vera dýnamísk og spretthörð fyrir þessum lýðfræðilegu breytingum sem að borgin er alltaf í og við höfum bara séð það bara mjög mikið núna með þéttingunni að það eru bara ýmsar breytur sem að endilega sjáum ekki fyrir, sem við þurfum að vera aðeins meira vakandi fyrir og ég legg því til að þessi tillaga verði samþykkt og henni vísað til umhverfis- og skipulagssviðs og bara með þeirri greinargerð sem fylgir og líka bara með þessum orðum sem við höfum rætt. Mér langar að lokum að segja að það hefur nú aðeins ræst úr þessum óláta bekk sem hér situr. Þegar við byrjuðum hér fyrir 4 árum síðan og verður að segjast voru ýmis átök hér, en það hefur ræst úr okkur öllum og ég tek undir þær umræður sem hafa hér farið fram það að við höfum unnið bara nokkuð vel saman. Það fer ekki hátt það í fjölmiðlum, en við gerum það hins vegar. Og þegar ég fór að rifja það upp bara núna þar sem ég sat hérna og fór að hugsa hverjir að fara og hvaða framlag þeir sem eru nú að hverfa frá okkur hafa komið með, þá hugsaði ég risamál sem að hafa verið á þessu annars skringilega kjörtímabili sem við höfum staðið frammi fyrir heimsfaraldri og núna stríði. Og þetta eru mál í ferðaþjónustu, það eru atvinnu- og nýsköpunarmál, það eru íþróttamál, það eru eigendastefnumál fyrir B-hlutafyrirtækin okkar sem eru risamál, það er að segja B-hlutafyrirtækin okkar, lífeyrissjóðsmál, velferðarmál, leikskólamál, skólamál, frístundamál, skipulagsmál og ég tala þá sérstaklega beint inn í hjólreiðaáætlun, byggðasamlagsmál og alþjóðamál og ég er að gleyma einhverju. En þið sjáið það bara þessari upptalningu að þessi óláta bekkur hér sem nú eru flestir orðnir góðir kollegar og vinir, við höfum unnið saman þverpólitískt af öllum þessum málum. Margt hefur hérna gerst í ýmsum ágreiningi og það er bara þannig í pólitík. Þannig að ég ætla að fá að taka setningu sem kollegi minn Diljá Ámundadóttir sagði við mig fyrir nokkrum árum síðan og hefur leyft mér að nýta og nú er ég farin að snúa þeirri setningu aðeins upp og mér langar að segja pólitík og ágreiningur er ekki bara flækjustig og vandamál, heldur alvöru reynsla og fjárfesting til framtíðar í vinum og verkefnum. Kæru félagar, þið sem kveðja okkur í bili, kæra þakkir. Ég segi það bara sannarlega, ykkur verður sárt saknað hvar í flokki sem þið sitjið eða standið. Við erum að fara inn í nýtt pólitískt landslag bara eftir nokkra daga og auðvitað eru spennandi tímar framundan, en þið voru verulega skemmtileg. Stundum voru við alveg brjál, en oftast voru við nú þó svolítið sátt. Takk fyrir. Já, þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og ekki hafa fleiri batt sér hljóðs undir þessum lið. Ef ég skil rétt þá hefur verið lagt til að tillagan sé samþykkt og vísað til umhverfis- og skipulagssviðs til útfærslu. Segir svona bing einu sinni í viðbót. Já, það er hinbjallan, það er rétt. Það þurfti ég að tingla aftur til að setja hann aftur.
Þetta það nefnilega. Silver bells. Ok, ég skal reyna að vera mýkri í höndunum. Kom betri nú við. Hverja vantar í húsið? Engan, ok. Það hefur verið lagt til að þessi tillaga sé samþykkt og henni vísað til umhverfis- og skipulagssviðs til útfærslu. Þau ykkar sem eru því samþykkt gefið þess merki. Það samþykkt. Þá vendum við okkur í næsta lið á dagskrá, en það hvað vera umræða vanda næturlífsins vegna næturklúbba í Reykjavík og mögulegar lausnir að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Og fyrst tekur til máls téður fulltrúi Flokks fólksins, Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir tilheyrendur Flokks fólksins langar til að ræða hér vanda næturlífsins í Reykjavík og mögulegar lausnir á því máli. Borgarfulltrúi Flokks fólksins sem sagt langar til að byrja þessa ræðu á því að minnast á tillögu Flokks fólksins sem lögð var fram í borgarráði 8.11.2018. Tillögunni var vísað til meðferðar umhverfis- og heilbrigðisráðs en kom til afgreiðslu nú 4 árum síðar eða 18. maí síðastliðinn og var henni þá vísað til umsagnar heilbrigðiseftirlitsins. Mig langar að lesa þessa tillögu, 4 ára tillaga, að borgarráð samþykki að tryggja að eftirlit með framkvæmd reglugerðar hávaðamengun í borginni verði fylgt til hins ýtrasta og hafa þá í huga að leyfisveitingar þurfa að fylgja reglugerð hljóðvist og hávaðamörk og svo var vísað í reglugerðina. Reglugerðin sem hér ræðir ágætis reglugerð. Eina vandamálið að henni hefur ekki verið framfylgt. Auk þess stangast leyfið fyrir opnunartíma skemmtistaða á við þau lög að íbúar eigi rétt á svefnfriði frá klukkan 11 að kvöldi til 7 að morgni óháð búsetu samkvæmt 4. grein lögreglu samþykktar. Hávaðamörkum hefur ekki verið framfylgt með nokkrum viðunandi hætti árum saman, ef þá nokkurn tíman, en þau mega ekki fara yfir 50 decibel út á götum og Evrópusambandið miðar reyndar við 40. Ítrekað hefur fólk hringt á lögreglu í gegnum árin, en íbúar segja mér og hafa sagt mér lengi að það hafi akkurat engu skilað. Nú Flokkur fólksins hefur rætt þessi mál nú síðustu misseri eftir að sóttvarnaaðgerðum var að fullu aflétt því að eins og við vitum að þá gaf COVID eins óskemmtilegt og það var allt saman að þá veitti það íbúum greið tíma en nú allt komið í sama horf að nýju í miðbænum. En þar eins og við vitum blönduð byggð. Þarna búa einstaklingar og fjölskyldur, barnafólk, ungt fólk, eldra fólk og bara öll flóran eins og gengur. Ástandið í miðbænum þegar líða tekur á nótt og helgar og nú verið að ræða þessa næturklúbba sem eru opnir til alltaf 4:30 grafalvarlegt og hefur hópur fólks mótmælt hávaða og skrílslátum sem heldur vöku fyrir fólki í nágrenni við þessa næturklúbba. Eftir lokun klukkan 4:30 halda oft áfram götupartí, oft fram undir morgun og lengur. Eins og vitað þá fólk sem hefur drukkið ótæpilega víst með að haga sér með allskyns hætti og stundum með þeim hætti sem þeir myndu aldrei gera væru þeir allsgáðir. Ofurölvun getur auki líkur á ólöglegu atferli, áreitni og ofbeldi og berast fréttir gjarnan eftir nætur helgar sérstaklega af ofbeldisverkum úr miðbænum eftir þá skemmtanalífið helgina. Ölvaðir gestir næturklúbba kasta stundum af sér vatni þar sem þeir standa og ganga örna sinna og hinum ólíklegustu stöðum, til dæmis á tröppum fólks í görðum eða í geymslum þeirra. Sprautunálum, bjórdósum, glösum, smokkum, sígarettustubbum og matarleifum
er hent hvar sem og endar það oftar en ekki á tröppum íbúana eða í görðum þeirra. Dauðir hlutir njóta heldur engra griða. Veggjakrót og eignarspjöll fær að þrífast á nokkura refsinga. Bílar íbúana hafa sömuleiðis verið skemmtir inn í þá brotist eða skorið á dekkin. Þeir sem hafa leitað til lögreglu eða tryggingafélaga með þessi mál hafa ekki haft erindi sem erfiði. Ef kostnaður af skemmdarverkum og eigum fólks í miðborginni sem tengist næturklúbbum væri tekin saman, myndi hann ábyggilega hlaupa á 100 milljóna króna. Flokkur fólksins hefur skoðað þessi mál með fjölmörgum aðilum. Flestir eru sammála að fyrsta skrefið sé að fylgja gildandi reglugerð, draga úr hávaða og bassánin sem berst langa leiðir frá næturklúbbum sem margir eru í húsum með litla hljóðeinangrun. Skoða mætti að setja upp hljóðmæla sem notar á sama hátt og eftirlitsmyndavélar. Annað sem mætti skoða að eigendur næturklúbba, því að við viljum heldur ekki endilega að þeir missi spón úr aski sínum, það. Hér ekki verið að hugsa að tala að loka þessum klúbbum. En það spurning hvort að ekki mætti til dæmis færa skemmtanalífið fyrr að kvöldi. Og ef að staðið væri saman að slíkum breytingum, þá myndi markarunan Eva aðlaga sig að breyttum opnunartíma fljótt. En mottóið það sem ég hef fengið að heyra frá hópi í miðbænum sem líður mjög fyrir ástandið að eftir eitt ei heyrist neitt. Nauðsynlegt að sjálfsögðu að koma næturstrætó aftur í gang til þess að síðan líka koma fólki heim til sín. Frekar en að það ráfi kannski göturnar langt framundir morgun og ekki jafnvel að bíða eftir leigubíl. En við vitum alveg hvernig ástandið með leigubílamálin. Nú flokkur fólksins kom með þá tillögu að ráða næturlífsstjóra sem myndi halda utan þennan málaflokk. Þar með tali kvartanir og sá hefði auk þess eftirlit með að reglugerðum og lögum sé framfylgt. Skemmtanalífið í Reykjavík náttúrulega bara eins og hagkerfi næturlífsins. Þetta umfangsmikið og ekki veitir af að einhver einn hafi þetta allt á sínu borði. Og það virðist vera ef lítið sem nokkuð samtal sé milli stofnana sem þessi mál heyra undir. Borg, lögregla, heilbrigðiseftirlit, vinnueftirlit, byggingareftirlit og sýslumaður. Þetta fólk eitthvað að tala saman eða stofnanir? En ef þetta væri allt komið á borð hjá einhverjum einum sem hefði þessa yfirsýn, þá væri kannski ennþá meiri líkur og hægt væri að sjá hvar skóinn kreppir og hvað væri hægt að gera til þess að leysa málið. Sérstaklega á hvaða stöðum þetta verst og svo framvegis. Næturlífsstjórinn gæti til þess gert drög að skipulagsbreytingu sem að því að hólfa skemmtanalíf niður. Það má hugsa sér mismunandi hljóðsvæði, til dæmis frá 1 til 5, allt eftir því hvað fólk ætlar að hafa þetta lengi opið og hvað hávaðinn á að vera mikill, eða má vera mikill. Nú samhliða þyrftu þetta að skoða hvort að mögulegt væri að færa eitthvað af þessum stöðum út fyrir miðbæinn. Í rauninni ætti staður eins og þessi næturklúbbastaður sem með glymjandi hávaða langt fram undir morgun ekkert að vera nálagt þar sem fólk býr og þar sem fólk að hvílast og sofa á sínu heimili. Þetta passar náttúrulega engan veginn saman. En skoða mætti að færa þetta og það hefur verið nefnt til dæmis utanlega á Grandanum. En ég skal nú ekki segja nákvæmlega það, en þetta þetta allt eitthvað sem fólk þurft að sittast niður og skoða með íbúunum og skoða með hagaðilum. En þessi hljóðsvæði gætu þetta verið mjög spennandi kostur að skoða líka og til dæmis gæti einhver staðsetning sem við viljum kalla að sé númer 1 verið kannski í miðbænum og þar bara algjör kyrrð og friður eftir ákveðin tíma. En hér við ekki að tala veitingastaði og hér við ekki að tala krár sem að loka kannski klukkan í síðasta lagi 1 á laugardegi. Hér við að tala staðina sem eru opnir langt fram eftir nóttu með dynjandi dansmúsík. Nú í flokki fólksins við höfum lagt áherslu á samráð en við viljum líka og höfum alltaf talað að það verður að hlusta á fólkið í borginni. Hvað fólkið að segja okkur? Og það í rauninni ótrúlegt þegar maður hugsa til þess að það eru mjög margir og mjög lengi búin að vera kvart yfir þessu. Ég verið að lesa greinar frá fólki sem býr þarna og hefur á lokum bara hreinlega flúið miðbæinn. En við erum að tala fyrir mörgum árum síðan, þetta eru gamlar greinar. En það hefur einhvern veginn alltaf verið þannig að þegar þetta mál hefur komið eitthvað nálægt borgarkerfinu að þá eins og enginn vilji tala það.
þá kemur einhverja svona þöggunar tilburðir eða bara jafnvel sagt, býtu, hvað það fólk að búa þarna? Og það sagt við fólki sem býr þarna, býtu, þú vissir að þetta yrði svona í miðbænum, okkur flytur ekki bara. Og ég verð að segja fyrir mitt leyti að mér finnst svona bara hreinlega niðurlægjandi. Ef ég prófa að setja mig í þessi spor, einhver segði við mig, býtu, okkur flytur bara ekki. Það auðvitað mannréttindi að fá að ráða hvar maður býr og maður velur sér stað af mörgum ástæðum. Sumir eru jafnvel fæddir og uppaldir á þessum staði eru að búa í húsnæði foreldra sinna. Maður er hægt að taka ótal dæmi. En það kemur heldur bara engum við hvar maður ákveður að búa og maður á að geta lagst í hvílu með börnin sín, með barnabörnin sín, eldra fólk án þess að þurfa að vakna og eða vera vakandi, hálfa heilu næturnar vegna skrilsláta fyrir framan gluggan og þurfa svo að leiðum að kemur út að mæta jafnvel eða sjá ofur ölvi fólk liggjandi dautt í görðum sínum eða annars slíkt. Og ég hef sérstaka samúð með ferðamönnunum og hóteleigundi, ég trúi ekki annað en þeir séu orðnir langþreyttir á þessu ástandi. Hugsið ykkur bara fyrir ferðamenn sem koma út og að fara að snemma í sínar ferðir, hvað þeir að sjá stundum á sunnudagsmorgni. Nú verðum við að taka höndum saman, það að koma ný borgarstjórn og ég óska eftir oddvitarflokkana sem hér sitja, komi hér í pontu og segi sína afstöðu til þessa máls. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Var það ekki mælitaska? Já, hér hefur orðið einhver misskilningur. Alessandra, þú óskar eftir að fara mælitaska. Hjálmar Sveinsson kemur upp í stuttum andsvörum. Gjörðu svo vel. Já, ég finn mig knúinn til að bregðast aðeins við verandi sjálfur íbúi í miðborginni í síðastliðin 25 ár og mér finnst vera dregin upp alveg rosalega neikvæð mynd af okkar góða og fallega miðbæ. Verð að segja eins og og já, ég verð að taka það fram. Þar með ég ekki að gera lítið úr kvörtunum hjá fólki, íbúum sem að kvart undan hávaða, en miðborgin lífleg og falleg borg og það gott að búa. Ég hef búið þar í 25 ár. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Já, ég veit ekki hvort ég á að segja takk fyrir borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, en ég var ekki að halda ræðu hvort að borgin væri falleg eða ljót. Ég var að halda ræðu, umræðu, þetta umræða næturlífsvanda í borginni og þá erum við að tala öskrandi, hávaða, garg og ölvun. Og ég veit svo sem ekkert hvar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson býr í borginni, en mér finnst með þessum viðbrögðum hans, hann hreinlega verið að gera lítið úr því fólki sem að kvarta yfir þessu og eðlilega kvarta og búin að gera árum saman en hefur ekki fengið neina hlustun í borgarkerfinu. Af hverju má ekki setjast niður og ræða þessi mál og reyna að finna á því lausnir frekar heldur en að fara í skotgrafir og bregða við vörnum sem þessum og fara að tala það að borgarfulltrúi Flokks fólksins hafi verið að tala að borgin væri ekki falleg. Það var bara ekki umræðan hér. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, ég tók það skýrt fram að ég var ekki að gera lítið úr þeim sem að kvarta undan hávaða. Bara stuttlega. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Takk fyrir. Nú bara styttist í það að taka við ný borgarstjórn og verður væntanlega einhver meiri hluti og einhver minni hluti og ég vil bara skora á borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson sem að öllum líkindum með að við nýjustu fréttir mun skipa meiri hluta borgarstjórnar hér næstu 4 ár að gera það að sínu fyrsta verki að hlusta á þann stóra hóp sem óskar eftir því að fá
að sofa í frið og ró í sínum húsum sem búa hér í miðbænum og reyna að finna leiðir til að svo megi verða. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Líf Magneuðdóttir. Kerfinu 2018 og það hefði verið gott ef að borgarfulltrúin hefði hnift í okkur fyrr þannig að við hefðum getað fengið þessa góðu umræðu hér í borgarstjórn. En gott og vel, þetta eru bara mannleg mistök sem að urðu þarna á en hún hefur verið afgreidd núna í umhverfis- og heilbrigðisráði og komin til framkvæmda og vísað inn til heilbrigðiseftirlitsins. En að öðru, þá erum við hér að ræða þetta ástand og það þetta ekki gott og bara mjög bagalegt og ömurlegt að borgarbúar geti ekki sofið á heimilum sínum fyrir hávaða og einhverju ónæði. Það ekki gott. Við hefum mikinn skilning á ástandinu. Ég bjó sjálf þar sem í götu á Þingholtsstræti hér áður fyrr þar sem allt glumdi og vegginni titruðu og það var erfitt oft að festa svefn og mikið pissa í portinu mínu. Og það ömurlegt. Og við þurfum að gera eitthvað við því og við erum hér til þess að ræða lausnir. Við vitum hvert viðfangsefnið og ég held að það sé okkur sæmandi frekar að vera að horfa til framtíðar og ræða þær lausnir sem við þó höfum. Hér hefur ýmsu verið haldið eins og að heilbrigðiseftirlitið framfylgi ekki reglugerðum, það ekki rétt. Og svo langar mig að taka undir það að við þurfum þetta samtal og að hlusta, en það kemur líka einnig að því að það þarf að samræma mjög ólíka hagsmuni. Annars vegar veitingahúsaeiganda og hins vegar fólk sem vill áfram eiga heimili í miðborginni og kannski nálægt einmitt kaffihúsum og veitingastöðum þar sem hátíðir eru haldnar. Miðborgin ólík öllum öðrum hverfum borgarinnar og við þurfum bæði að gæta hennar sérstöðu en líka þannig að fólk þurfi ekki að selja og flýja heimili sín. Þannig að við þurfum að finna lausnir sem að duga öllum. Og ég tel alltaf farsælast, þrátt fyrir að þessi reglugerð sé í grunninn góð og gild, að þá hún, veit ég, til endurskoðunar í ráðuneytinu og það þetta sektarheimildir sem að heilbrigðiseftirlitið getur notað og það þurfa að vera virkar hljóðmælingar til þess að hafa ykkur gögn til þess að beita þá þeim sektarheimildum. Og þetta allt núna komið í ágætis farveg þannig lagað. En ég held að við getum gert enn betur og ég myndi vilja taka það inn á næsta kjörtímabil þar sem að við setjum saman hóp, þar sem að íbúasamtökin, lögreglan, veitingahúsaeigendur, heilbrigðiseftirlitið, umhverfis- og skipulagssvið taka höndum saman til þess að finna leiðir og lausnir. Bæði hvað varðar óþrifnað en líka skrilslæti ef einhver eru. Og við erum með nokkuð tæki sem við getum notað til þess. Við erum með aðalskipulag og deiluskipulag sem að segja okkur til hvar staðir mega vera. Hins vegar líka vandinn sá að stundum stöðum breytt án þess að hafa til þess heimildir eða að húsnæði geti borið það. Og þá þurfa eigendur staða að breyta húsnæði þannig að það glimmi ekki allt og það sé þá þannig byggt að það verði ekki hávaða mengun af. Svo erum við líka með aðra leiðir til þess að fara og það hvernig við búum til umhverfi sem að kallar fram það fallegast og fegursta í fólki. Og nú telja örugglega einhverjir að ég sé bara mikill einfeldningur en það alveg hárrétt og við getum til dæmis eins og nota ljósvistastefnuna þar sem við erum að lýsa upp rými eða sett niður tré eða sem sagt tekið í rauninni útskoð þannig að við þurfum að greina í rauninni þessi svæði líka og þá ekki að segja eitt útiloki annað en við þurfum að greina þá þau svæði og þá í rauninni að fjarlægja það sem að gæti kallað fram þessa hegðun fólks. Það mjög gott. Við þurfum líka að nota þessa sektarheimildir og það alveg rétt, kannski má gera betur í því. En til þess til dæmis að fá þannig að næturlífsstjóra þá lagabreytingu, það liggur alveg fyrir.
Það ekki til neina valdheimildi fyrir einhvern næturlífsstjóra að banka upp og segja, heyrðu, þú ert hérna með allt mikinn hávaða, hérna viltu skrúa niður? Nei, ekki, nei, þá lúka ég staðnum. Þannig að við þurfum að skoða það hvernig það framkvæmanlegt að þær reglugerðir og þau lög sem við sannarlega höfum til grundvallar að þeim sé beitt. En ég held engu að síður að við þurfum að fara í þetta samtal og ég held að það færi bara engar vel á því að formgera þetta samtal með einhverjum hætti þar sem að við náum að sameina öll sjónarmið þannig að við getum öll unað í miðborginni og að fólk eigi sín heimili hávaðalaus og í friði fyrir skrílslátum og einhver piss í portið. Það bara þannig og það kemur fyrir, ég þekki miðborgina afar vel og þetta eru sérstaklega viðkvæm svæði og ég tel rétt að við greinum þau, að við komum í veg fyrir hegðun fólks á næturlífinu með einhverjum inngripum, vegna þess að það eru alveg leiðir sem að hafa sannast annars staðar í heiminum og að við séum í þessu trausta samtali við lögregluna, við heilbrigðiseftirlitið, við umhverfis- og skipulagssvið, við veitingaeigendur eða veitingahúsaeigendur og við íbúarráðið. Og þetta getur orðið farsæl og góð vinna sem að skilar okkur einhverjum árangri að stemma stigu við því sem að ég skil að íbúar í miðborginni upplifi sem eiga heimili nærri háværum veitingastöðum. Þannig að þetta er svona mín svona mínar hugleiðingar í þessu og bara það fer vel á nýrri borgarstjórn að formgera slíkt með tillögu og samtali. Annars leysum við þetta ekki. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Fyrst ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að þakka borgarfulltrúnni Líf Magnúðardóttir fyrir hennar innlegg og sérstaklega fyrir að fara ekki í neinar vörn, heldur ræða þetta bara með faglegum hætti, mér þykir mjög vænt það. Ég er bara að nefna það að COVID er náttúrulega eiginlega búin að vera svona off and on ef ég má orða þannig í 2 ár og það er ekki langt síðan að sóttvarnaaðgerðin var að fullu aflétt. Og sennilega hefði náttúrulega þetta mál verið einmitt búið að vera til umræðu inn á milli í gegnum allt tímabili hefði faraldurinn ekki bankað hér upp á. En síðan vil ég svo sem líka nefna það að borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir er búin að vera í borginni, í borgarstjórn ég veit ekki hvort það eru 2 eða 3 tímabil. Og ég trú ekki annað en að oft inn á milli hafi allavega komið kvörtun og fólk hafi komið hér og beðið að þessi mál verði rædd og löguð. Þannig að það er nú ekki alveg kannski að gerast akkurat núna. Auðvitað spyr maður sig að akkur er ekki bara löngu búið að taka á þessu. En ok, við erum hér stödd í hér og nú og það er fínt að heyra að þetta mun vonandi bíða lausnar. Næturlífsstjórinn góði, ég sá hann kannski ekki alveg fyrir mér vera að fara að banka upp á en auðvitað var hans hlutverk bara algjörlega óráðið og setja spurningum lögin að þá er ég svo heppin að ég á stundu sæti á þingi þannig að ég skal bara rölta með þetta við göttuna eitt góðan veðdag og prófa að leggja þetta fram þar ef að við þurfum. Já og ég held að ég segi kannski ekki meira fyrir þá í næstu atriðinu í andsvari. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, ágæti forseti borgarstjórn, það er auðvitað ekki þannig að ég hafi setið auðum höndum í umhverfis- og heilbrigðisráði þetta kjörtímabil, síður en svo. Við höfum til dæmis sammælst að kaupa þessar hljóðmæla sem að liggja þá til grundvallar frekari inngripum. Það er frágengið í ráðinu mínu á þessu kjörtímabili. Ég hef alltaf tekið samtöl við fólk sem að hafa óskað eftir því og sest niður með því. Svo óheppilega vildi til að kjörtímabilinu að þegar ég ætlaði að fara að hitta miðborgarbúa þá skall COVID aftur á og þetta eins og gengur og gerist, það frestast og það týnist eða eitthvað svoleiðis. En við áttum hér ég og Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi ágætt samtal við einmitt íbúa miðborgarinnar núna daginn og þá fæddust ýmsar hugmyndir sem við viljum fara af stað með.
Það ekki þannig að heilbrigðiseftirliti ger ekki nokkuð skapaðan hlut vegna þess að þau eru bara að vinna á dagtíma og síðan á lögreglan að sjá þetta á kvöldin. Þannig að þau bregðast við öllum kvörtunum sem að berast þeim og reyna að finna úrbætur og það gera þau meðal annars með því að safna gögnum með þessum hljóðmælum svo þessi tekið fram. Það eru þessar sektarheimildir sem það hefur kannski verið að skornum skammti að beita þeim en ég tel rétt að það geti verið ein leið til þess að fá fólk eða veitingahúsaeigendur til þess að gera bragarbót á því umhverfi sem þeir starfi og sínum stöðum. Þannig að ég tel, já, gott og vel, ég hef setið hér í 4 ár þetta kjörtímabil en það hefur ýmislegt líka verið gert og eins og borgarfulltrúinn sjálfur segir að þá í rauninni ekkert að reglugerðinni og því reglugerðar umhverfi sem við finnum okkur í. Heldur það kannski meira að láta til skara skríða og vera harðari í að beita þá þeim úrræðum sem eru til staðar. Og það skal gert en eins og borgarfulltrúinn nefndi líka að þá skal COVID á þannig að það hefur ýmislegt komið upp á í að framfylgja því sem við sannarlega viljum gera og það meðal annars þetta samtal. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Já, ég ætla ágæti forseti borgarstjórn, ég ætla svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég heyri að borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir öll að vilja gerð og mér finnst það bara hið besta mál. Það gæti náttúrulega komið að því að þurfi bara hreinlega að skoða það að svona klúbbar geta hreinlega ekki verið í miðbænum, ekki þar sem fólk býr. Það ekki erfitt að setja sig í spor fjölskyldu sem er heima hjá sér, heimili sem griðarstaður og þurfa að búa við svona lagað helgi eftir helgi í venjulega árferði. Þetta bara hryllingur og síðan allt annað í kringum þetta, þannig að þetta má eiginlega ekki bíða mikið lengur. Þetta alveg búið að vera danka nóg og kannski árum saman, ég veit það ekki. Þetta hefur þessum stöðum kannski fjölgað, en það gæti verið að það þurfi að skoða þetta út frá bara mjög mörgum svona tegundum af lausnum og við sem erum hér í borgarstjórn, okkur ber skylda til að hlusta á þetta fólk, hlusta á allt fólk. Og við erum ekki að tala að það einhver einn að kvarta, einhver einn út í horni. Þetta er mikið stærra og alvarlegra mál en það. Þannig að ég bara vonast til að ný borgarstjórn eða nýr meirihluti hunsi þetta ekki. En allavega mun ég reyna að halda þessu við hér þá sem minnihluta fulltrúi ef það að verða niðurstaðan. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Já, getur forseti borgarstjórn. Mér langaði líka bara að halda þið til haga, það sem hefur verið rætt núna hér í dag og kom fram í máli Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúa, að það hafa eftirlitsaðilar bent á í allmörg skipti. Það að stytta opnunartíma, það eru þau úrræði sem við höfum. Og að færa næturklúbba fjarri þá hótelum eða heimilum fólks. Og það í rauninni kannski verkefni og það þarf að skoða það. Fyrir því þarf þetta liggja líka pólitísku vilji. Það þarf að breyta skipulagi og fleira. Það þarf þá að endurskoða einhver leyfi veitingahúsa og það þarf þá að vera eitthvað jafnræðisregla og eitthvað sem liggur til grundvallar því að fara og gera það að þetta líka hagsmunir veitingahúsa eiganda, svo það sé líka sagt, þetta lífsviðurværi fólks. En ég tel ekki að þetta geti ekki farið saman og ég held að við náum árangri með þessu samtali og ég tilbúin að gera það á næsta kjörtímabili. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Alessandra Brím. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að hafa þetta langt. Upphaflega ætlaði bara að koma fram í andsvar og reyndar Líf búin að segja, Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi, búin að segja megna því sem ég ætlaði að láta koma fram í mínu svari. Mér samt áhugavert að bara ítreka það að í borginni erum við með aðalskipulag og við erum með deiliskipulög og
ég hlýt að ganga út frá því að fólk sem að kaupir eða leigir þar sem að ákveðin skilgreining í aðalskipulagi hlýtur að vita að því fyrirfram að það gæti verið hávaði í kringu það. Ef þú á miðsvæði er svokölluðu miðsvæði, eins og til dæmis niðri í miðbæ á Laugaveginum og þar, eru bæði svæði með auknum heimildum og takmörkuðum heimildum til reksturs á skemmtistöðum. Það eru þá vínveitingastaðir í flokki 3 sem eru þá með mestu heimildir til að vera opnir lengi og vera með hávaða. Og ef að fólk kaupir eða leigir á svæði í aðalskipulagi með auknar heimildir, þá hlýtur að eiga von á því að það gætu verið hávaði. Og það mögulega ónæði sem að hlýst af því hlýtur að vera með einhverjum hætti bakað inn í verðið á húsnæðinu. Að það er þá minna eftirsótt fyrir ákveðna típu af eiganda og meira eftirsótt fyrir aðra típu af eiganda. Og ég held að ef að fólk skoðar húsnæði sem það er pæli að festa sér hvort í leigu eða kaupi, þá hlýtur það að vita af því hvaða væntingar það ætti að gera sér umhverfið sem það er að flytja inn í. Alveg eins ef rekstraraðili kaupir húsnæði til þess að opna skemmtistað eða veitingahús á, þá hlýtur viðkomandi að gera nokkurn veginn ráð fyrir því að fá rekstrarheimildir í samræmi við aðalskipulagið eða eftir atvikum deiliskipulagið þar sem að húsnæðið er. Það væri ekkert sérstaklega sanngjarnt ef einhver kaupir á miðsvæði með auknar heimildir, svæði sem hentar fyrir rekstur á skemmtistað og fær svo eftir að viðkomandi er búinn að festa sér staðinn þau svör að það sé ekki í lagi. Og hann segir af hverju ekki, það eru aðrir staðir hérna sem eru með nákvæmlega eins rekstur. Og það segir við ákvæðum bara að við viljum ekki svona mikið læti. Það er sjálfur sér ákvörðun sem verður að taka, en það þarf að taka það með því að annarkvort breyta skilgreiningunni í aðalskipulagi á hvaða starfsemi sé viðeigandi þarna, eða þá með því að breyta því hvaða svæði við skilgreinum. Í rauninni það þurfti bara að breyta að Laugavegur sé ekki miðsvæði heldur þá bara íbúðasvæði eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst ekki hægt að ætla að ákveða það einhvern veginn eftir á þegar að fólk er búið að festa sér kaupin og þannig. Og ef það á að breyta aðalskipulaginu með þessum hætti þá þarf það náttúrulega að gerast í samráði við íbúana. En það eru alveg hlutir sem við getum gert í þessu. Ég er ekki að segja að ég sé blind á áhyggjur fólksins sem að býra á þessum svæðum. Sérstaklega vegna þess að það er alveg vísbendingar það að staðir séu háværar heldur en þeir mega vera á þessum svæðum. Það eru vísbendingar að það sé verið að fara út fyrir svæðin sem að hávaðinu leyfist á eða hafa enn háværar og við þurfum bara eins og farið í það að mæla það og reyna þá að finna út úr því. Hvernig við getum dregið úr þessum hávaða sem að er meiri heldur en sem sagt gert ráð fyrir. Og svo bara í kjölfarið þurfum við bara líka að skoða það ef við ætlum að fara beinlínis í að breyta því bara hvað má á miðsvæði eða hvað er miðsvæði, þá þurfum við bara færi þá könnun bara með fólkinu sem bæði býr þar og er með rekstur þar. Það er bara hvort báðir aðilar eiga lögmæta hagsmuni af þessu. En eins og ég segi, fólk sem að festir sér eign eða leigir sér eign inn á tilteknum svæði með tilteknum heimildum hlýtur að svona einhverju leyti þurfa að sætta sig við að það sé það sem það fór inn í. Annað sem við getum þó gert og við Píratar töluðum fyrir í kosningunum og er hluti af okkar stefnu og vonandi bara verður kannski hluti af hverju sem verður gert hérna eftir borgarstjórnarskipti. Og það er að koma upp virku svæði fyrir svona hávaðasamasta skemmtanalífið annar staðar heldur en í beilinnis í miðbænum. Þó svo að kannski heimildirnar verði áfram til staðar, þá verði búið til svæði með þá okkurum hvötum. Til dæmis geti það verið út á Granda eða einhver staðar sem er svona í göngufæri við miðbæinn en ekki innan mikla íbúabyggð. Og það væri þá hægt að reyna svona búa þannig hnútana að svona allra hávaðasamasta starfsemin færiðist þangað. Á sama tíma við getum farið að fylgjast betur með hávaðamælingum og mæla í rauninni betur hávaða og bregðast við eftir því sem þannig að þegar að rekstur fer yfir hávaðamörk sem eru innan skipulagsheimildana hjá þeim, þá sé hægt að gera eitthvað í því. Þannig að ég held að það sé hægt að gera ýmislegt og sérstaklega bara í samráði við bæði rekstraraðila og íbúa finna út úr því kannski eru einhverja af þessum svæðum einhverja af þessum svæðaskilgreiningum börn síns tíma.
Kannski eitthvað hluti af þessu skilgreindur sem miðsvæði sem ætti ekki að vera það. Kannski eitthvað hluti af þessu skilgreindur sem miðsvæði með auknum heimildum sem ætti að vera miðsvæði með takmörkuðum heimildum. Og það má alveg bara finna út úr því. En allavega, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég er komin alveg miklu lengra en ég ætlaði. Afsakið, takk fyrir. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum, Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Fórstu ágæta borgarstjórn. Já, ég verð nú að segja, mér líka betur við seinni hluta ræðu borgarfulltrúans Alexandru Brím en fyrir hlutan. En hún fór vítt og breytt í ræðu sinni, allt frá því að nánast að ég var að fann að upplifa bara að mætti svolítið að bara að standa vörð háan yfir í að fara með þessa staði út á Granda og þá var ég orðin mjög ánægð. En já, við höfum nefnt Grandan og svo þetta líka eins og með næturstræt og allt þetta, það í mörg horn að líta. En ég vil bara nefna það er ekkert endilega að fólk sé eitthvað að festa sér kaup núna á eignum þarna. Ég þekkti eldri hjón sem bjuggu við Ingólfsstræti fyrir mörgum árum og hefði búið þar lengi og þeirra taugakerfi var bara algjörlega búið. Maður horfði á þetta fólk eldast bara 10 ár á no time af bara stressi fyrir hverja helgi, gátu ekki sofið og voru hrædd og að lokum auðvitað bara fluttuður. Þannig margir eru í þessari stöðu, það búið þarna og það ekki eins og þau sé að koma í miðbæinn og skoða sér eitthvað nýtt húsnæði. Þannig að þetta alls konar og þetta blöndubyggð og að sjálfsögðu við megum aldrei einhvern veginn fara að vera meðvirk einhvern veginn með þessu eins og sé í lagi að vera með diskó af stað fram eftir nóttu og að maður eigi bara að vita þetta og vera ekki að þessu röfli og bara taka svefntöflu eitthvað. Við megum aldrei fara inn í svona hugsun. Og það mér var góður punktur hjá borgarfulltrúanum og Alexandru Brím að kannski það bara barnsins tíma einhvern veginn að halda þetta eigi að vera í bland. Og já, ég vonast til að þessi umræða sem við erum ekki hætt með og ég ánægð að sjá hvað margir vilja taka þátt í henni, að við erum eftir að halda áfram með þetta og heyra í fólkinu og virkilega ekki hætta fyrir að við erum búin að lenda þessu þannig að flestir geta verið sáttir og líða vel með það. Því að eins og ég segi, þetta spurningin bara taugakerfi fólks. Þetta bara mjög, mjög erfið staða fyrir marga. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn og áhorfendur. Það gott að heyra til hans komin til framkvæmda. Við höfum verið að heyra bara mjög átakanlega lýsingar á því hvernig mitt svefnfriður í íbúðahverfi og skemmtanalíf fara bara alls ekki saman og ef við ætlum að hugsa í lausnum þá hefur það komið fram hér og mitt umræða það hvort það sé að það færi einhverja staði fjær íbúðarhúsnæði og eða byrja skemmtanalífið þá fyrr og enda það fyrr og þá spurning mitt það verkefnið og hvernig gerum við það? Þetta meira en það að bara breyta opnunar- og lokunartímanum? Þetta eitthvað svona samfélagslegt verkefni, átak sem við þurfum að fara í og hvernig myndum við þá koma að því að bara breyta djamminu hér á landi? Hvernig svona breytum við þá þeirri menningu? Þetta eitthvað svona meira en bara að breyta opnunartíma og þá vandamáli leyst eða þarf að gera eitthvað meira? En svona þangað til, þá mitt svona spyrja hvort það sé að bæta hljóðaeinangrun, en það eitt af dæminu sem hefur verið nefnt í skjali sem að við fengum sent, eða ég og ég býst við að fleiri borgarfulltrúar hafa fengið sent til sín frá íbúa og það einmitt verið að nefna að bæta hljóðaeinangrun og einmitt svona minnka bassan sem þarna inni á stöðunum. Þannig að íbúar hafa verið að hafa samband og verið að vekja athygli á þessu og þar bara skýrt tekið fram hvað það sem þarf að laga og þetta tengist auðvitað svefnfriði og svo ég vitni beint í
með leyfi forseta, við krefjum svefnfriðar í miðbænum. Stöðvum hljóðbindingar nætur klúbbana. Þannig að já, við þurfum að hugsa í lausnum. Eins og ég heyri að hefur komið fram skýr vilji til þess að gera. Þannig að við bara höldum áfram að því að hugsa og framkvæma í lausnum. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég vil byrja á að þakka umræðu hafa, borgarfulltrúa Kolbrúnu fyrir að koma með þetta mál á dagskrá. Ég held að það sé mjög gagnlegt að við ræðum þetta, því að þetta varðar bæði íbúa og líka rekstraraðila og borgin er miklu flóknari heldur nú var áratugum, fyrir mörgum áratugum síðan. Við erum með náttúrulega ferðaþjónustuna sem er komin inn mjög sterkt. Við sjáum líka að borgin er aðdráttarafl fyrir veitingastæði, bari og skemmtun, meira heldur en verslun, og það þarf að skoða þessi mál í samhengi. Ég held að það sé ekki nóg að horfa á almennar heimildir í aðalskipulagi. Við verðum að horfa á hvernig einstakir staðir eru, og eitt af því sem að þarf að huga að er tímasetningar og hvernig hljóðinangurinn er. Það er bara eitt af mörgu sem það er að skoða. En ég þekki þessi mál ágætlega. Ég bæði átti hús í Þingásstræti og bjóð þar og upplifaði ýmislegt skrautlegt sem kannski jafnvel ekki erindi hérna í pontu, en það var mjög margt skrautlegt sem gerist þegar fólk var að stytta sér leið gegnum garðinn, og sumt af því ekki skemmtilegt. En ég þekki að líka hafa spilað á háværum samkomum bæði innan dyra og utan dyra hérna í miðbænum, hvað sem er í Hressógarðinum eða á Gaukastöng eða víðar, og sjálfur bý ég í Vesturbænum en þó í 100 á einum, þannig að ég heyri nú oft þegar að bassin er einmitt ríkjandi. En við viljum hafa skemmtilega borg, en við viljum líka hafa borg þegar fólk getur búið í, að það sé hægt að búa í miðborginu, og þess vegna held ég að þetta sé kannski fyrst skrifið af alvöru samtali, að það sé ekki bara svarthol, heldur sé hlustað á raddir íbúa, og ég treysti því að ný borgarstjórn geri það, og einmitt sendu þetta mál bara inn í næsta kjörtímabil með góðum hugum að það verði rætt og hlustað á íbúana. Og þetta er samspil nokkur af þetta, vildi ég bara segja. Við viljum hafa frelsi, en við viljum líka hafa friðhelgi heimilisins, virða það. Og svo verðum við að gæta þess að miðborgin verði ekki einsleit með skemmtanalífi, heldur verði áfram með rekstraraðilum, og að því við sjáum ýmis teiknum það að rekstraraðilar hafi farið úr miðborginni, sérstaklega frá Laugavegi, og nú síðast sjáum við að Brynja er til sölu, að þá eigum við líka að gæta því að það sé þetta jafnvægi, að skemmtanahaldið þó að það sé verði nú að vera til, að það ryðji ekki burt íbúum og rekstraraðilum. Þetta spilar allt saman, og ég er bara óska ykkur góðs gengis því sem verði hér áfram, og þakka fyrir þessu umræðu. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir þessa umræðu. Hún er mikilvæg, og ég vil sérstaklega þakka frummælanda fyrir að vekja athygli í sinni greinargerð á tilteknum leiðum til lausnar þessa afmarkaða vanda sem við erum að fjalla hér, sem eðlilegt er að skoða nánar. Það er rétt hjá borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur að við áttum góðan fund nýverið með fulltrúum íbúa í miðborginni sem deildu með okkur mikilvægum upplýsingum stöðuna á þessum afmörkuðu svæðum í miðborginni sem tengjast tilteknum börum eða skemmtistöðum og hafa valdið þeim og íbúum í þeirra nágrenni miklum og langvarandi óþægindum að næturlagi sem hefur varað undanfarin misseri.
mér finnst mjög eðlilegt að við hlustum grannt eftir þessum röddum og skoðum hvaða leiðir eru raunhafar og eðlilega til þess að tryggja að íbúar miðborgarinnar geti notið næturfriðar helgar og að fylgt sé eðlilegum reglugerðum og samþykktum lögreglu hávaða takmarkanir. Það er auðvitað fullkomlega eðlileg krafa að íbúar geti sofið á næturna, þó að við viljum auðvitað ekki skella þannig í lás að það sé ekki hægt að fara í miðborgina til að skemmta sér og þetta er jafnvægi sem við þurfum að virða og hafa í heiðri. Auðvitað er það alveg rétt að það þarf aðeins að skoða það fyrirkomulega að barir sem opnir eru fram á miðjanótt að þeir geti farið með volduga bassahátalara út á götu og reynt á þanþol þeirra í miðri íbúabyggð löngu eftir miðnætti. Það eru sektarheimildir sem að lögregla og heilbrigðiseftirlitið hafa, svo það eru til staðarleiðir til þess að knýja fram fylgispekt við lög og reglugerðir en mín megin skilaboð eru þessi: við eigum að nýta tækifærið og setja niður fljótlega á nýju kjörtímabili formlegt samtal borgarana við lögreglu, íbúa, bareigendur, veitingahúseigendur sem ræðir, heilbrigðiseftirlit, íbúaráð og umhverfis- og heilbrigðisráð og eða skipulags- og samgönguráð, þar sem menn fari lausnamiðað í gegnum málið, finni leiðir til þess að fólk geti áfram skemmt sér í miðborginni á þess að það leiði til viðvarandi röskunar á næturfriði íbúa miðborgarinnar, þar að segja þeirra sem í mestri nála við tiltekna skemmtistæði. En ég vil líka þakka fyrir að taka undir með Hjálmari Sveinsyni borgarfulltrúa sem að benti á það að stóra myndin auðvitað þessi að miðborgin okkar lifandi vettvangur fyrir skemmtilegt, fagurt og gott mannlíf. Hún hefur auðvitað tekið stakkaskiptum, mannlífið hér miklu fjölbreyttara varðandi afþreyingu, framboð á matarmenningu og fyrstaflokks veitingastöðum og svo framvegis. Allt önnur mynd en sú borg sem að til dæmis ég ólst upp í hér, þar sem að vinsælasti skemmtistaðurinn í miðborginni var blessað Hallærisplanið sem að var hér á næstu torfu og bauð nú ekki alltaf upp á merkilega dagskrá. En það er líka rétt að tiltekinn hópur íbúa hefur haft uppi þessa réttmætu gagnrýni að á tilteknum svæðum í borginni sé ítrekað raska næturfriði íbúana með hávaða og ófriði langt fram á nætur. Og það er auðvitað ekki ásættanlegt og kallar á skýrar aðgerðir til úrbóta. Þannig að ég vildi koma þess á framfæri og mælist til þess að við setjum málið í skýran sátta- og lausnafarvegi í upphafi nýs kjörtímabils, til dæmis á vettvangi umhverfis- og heilbrigðisráðs eða þá borgarráðs. Þakka umræðuna. Borgarfulltrúi Skúli Helgason hefur lokið máli sínu. Næst ykkur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir og hún mun ljúka umræðinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að þakka þessa umræðu og ég vil sérstaklega þakka bara það sem ég allan upplifði mig heyra, svona jákvæðni í garð þessa máls og vilja til að vilja gera eitthvað fyrir alvöru. En auðvitað orð eru til alls fyrst, en síðan það spurning hvað verður og ég ætla nú ekkert að fara eitthvað að lýsa því hérna að ég sé eitthvað vantrú á að þetta verði, en allavega mun ég gera allt sem ég get og allt sem í mínu valdi til þess að allavega vekja það málið upp aftur að mér finnst að vera að sofna eitthvað. Nú tillagan þessi sem var lögð fram 2018, hún komin til heilbrigðisnefndarinnar og ég vona að hún sofni ekki þar. En mér langar samt að því ég hef smá tíma að segja hvernig þessu tillaga var til. Og það var einn morguninn þegar ég var nýkomin hérna í borgarstjórn og ég var að baðherbyggi með útvarp og opið að flýta mér á fund að það var viðtal við íbúa í miðbænum þetta nákvæmlega og þetta var svo bara átakanlegt að heyra lýsingarnar frá þessum einstaklingi, hvernig hann var að lýsa angistinni hjá sér og sinni fjölskyldu. Og ég hringdi í hennan einstakling seinna daginn og spurði, ég sagði ég hérna borgarfulltrúi Flokks fólksins, geti gert eitthvað fyrir ykkur og í þessu máli. Og þá var þessi tillaga til bara þetta að fylgja þessi reglugerð.
Þarna reglugerð og til hvers lög og reglur ef að síðan á ekki að fylgja þeim og fólk kemst bara hreinlega upp með að hunsa þær. Ég meina, og það er engar afleiðingar og þá er ekki neitt að virka, bara dauður bókstafur blaði. Og þannig og það er svo sjálfsagt einhvern veginn að segja, leggja til að fylgja lög og reglum, en þetta er auðvitað mikið meir en það og hefur þróunin einhvern veginn orðið þannig að ég held að þetta séu 26 staðir sem ræðir og þeir eru bara sumir kannski allt og þétt og bara inn í miðri íbúabyggð þar sem að fólk í næsta húsi er að reyna að bara á sitt heimili. Og ég veit ekki, einhver ykkar þekki hvernig er kannski alast upp við óöryggi og kvíða en og það er bara tilhugsun ég er ekki bara að hugsa eitthvað endilega fullorðið þroskað fólk, ég er að hugsa líka börn og unglinga sem eru að reyna að fara að sofa og hvílast og heyra kannski öskur og gól og eins og lýsing frá einum íbúa bara ég held að vera verið að drepa konu þarna úti, hvað átti ég að gera, átti ég að fara út og skoða málið. Ég veit það er svo margt í þessu og þarna hef ég líka verið heyrt frá konum sem þora bara hreinlega ekki að ganga viss svæði og jafnvel fólk sem á heima þarna og það flýtir sér heim kannski úr boðum eða úr heimsóknum áður en eitthvað ástand byrjar til þess að komast öruggt heim til sín. Þannig það eru svo ótrúlega flóknir og margir fletir á þessu og þeir eru allir einhvern veginn í þessa átt að það þarf svo eitthvað stórkostlegt að gera til þess að breyta þessu. Og mér langar að rifja líka upp mín ár þegar ég var til að djamma alveg fram undir morgun og það var í Sigurtúni og Þórskaffi og Hollywood. Og hvar voru þeir staðir? Þeir voru svona, ég er ekki að segja það er ekki búið kannski einhver staðar þarna nálægt þessu stöðum, en þetta var ekki samt einhvern veginn svona inn í miðju íbúakverfi, þessi staðir. Þetta var eins og þið viti kannski hvar þessi staðir voru. Þetta var svona svolítið út úr og það er alveg möguleiki með þetta að við þurfum að dreifa þessu, taka burt þessa háaðamestu staði sem að vilja vera með business fram undir morgun og færa það út fyrir og sjá til þess að fólk komi síðan heim til sín. Það er náttúrulega algjörlega bara annar pakki og einu sinni var nætustrætó og ég hef oft skoðað það aftur en það hefur ekki gerst og einhvern veginn er strætó náttúrulega bara með annan pakka og við tölum hann seinna. En ég saknaði stoltið að borgarstjóri skildi ekki taka til máls Hann er oddviti Samfylkingarinnar og búinn að vera í Guð má vita 20 heil ár off and on ef ég má segja svo, með leyfi forseta, borgarstjóri eða í stjórn og ég hefði viljað heyra hans afstöðu til þessa máls því ég er alveg viss það í gegnum árin hefur borgarstjóri oft fengið til sín fólk hér á miðbænum sem hefur þrábeðið og jafnvel einhverju grátbeðið hann sem borgarstjóri að grípa inn í. En í gegnum allt þetta þá heyrist bara ekkert frá borgarstjóran, hann er enda fráfarandi borgarstjóri en við vitum nú ekki nema að verða aftur og þá ætla ég rétt að vona að hann taki þetta mál í fangið og gera eitthvað virkilega róttækt og við hjálpum honum til þess. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og þá telst umræðum þennan lið lokið. Óska borgarfulltrúar eftir að lesa upp bókun við þennan lið? Þá göngum við til næsta liðar á dagskránni, 5. liðar, fjórða liðar til að borgarfulltrúa Miðflokksins auki fjármagn til uppbyggingar svæða bása og fyssu í Grasagarðinum. Til máls tekur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil nú byrja hér á því að óska nýkjörnum borgarfulltrúum innilega til hamingju með kjörið. Og ég hvet alla nýja og eldri borgarfulltrúa sem hlutu kosningu hér í síðustu borgarstjórnarkosningum að fara vel með fjöreggið okkar Reykjavíkurborg á næstu 4 árum og ég hvet jafnframt þá sem að taka sæti meirihluta að huga vel að lögbundinni þjónustu og grunnþjónustu og láta kannski gæluverkefnin örlítið bíða á nýju kjörtímabili. Því verkefni ykkar eru næg, það get ég sagt ykkur. En hér á skjánum sjáið þið mynd af þeirri tillögu sem að flytja hér í dag, síðasta tillaga mín í borgarstjórn, þar sem þarna alveg upp við grænarammann,
Þar stendur listaverkið Fissa og svo þetta hér svæðið sem ræðir sem í daglegu tali kallast Básar. En það gamalt ræktunarsvæði fyrir runna og í raun og veru lítið í notkun núna. Tillaga mín eftirfarandi með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að veita auknu fjármagni til skrifstofu opinna svæða og grasagarðsins í Reykjavík í fjárhagsáætlun 2023 til uppbyggingar svæðis Bása og Fissu. Og þarna, eins og ég sagði áðan, sjáið þið hvernig það liggur. Ég hér með greinargerð með þessari tillögu sem ég ætla líka að fá að lesa upp með leyfi forseta. Grasagarðurinn í Reykjavík náttúruperla í miðri borg. Þar fer fram ómetanlegt starf í varðveislu íslensku flórunnar auk garðplantna. Á heimasíðu Grasagarðsins segir: Grasagarður Reykjavíkur lifandi safn undir berum himni. Grasagarðurinn var stofnaður árið 1961 og rekinn af Reykjavíkurborg. Hlutverk Grasagarðsins að varðveita og skrá plöntur til fræðslu, rannsókna og yndisauka. Í garðinum varðveittar 5.000 safngripir af 3.000 tegundum. Plöntunum komið fyrir í 8 safndeildum og gefa hugmyndum fjölbreytni gróðurs í tempraða beltinu nyrðra. Svæði Básar voru eitt sinn í umsjá ræktunarstöðvarinnar en eru nú í umsjá Grasagarðsins. Til þess að opna svæði milli Fissu og Bása vantar framkvæmdafé. Í forgangi verði að laga svæðið í kringum Fissu og tengja það Básum og stækka sýningarsvæði Grasagarðsins. Fjármagni hefur verið veitt í svæðið og hönnunin byrjuð á fyrsta áfanga, en þessi tillaga sem ég flyt hér nú nýframkvæmd til þess að klára áfanga 1 sem þegar hefur verið hannaður. Mikilvægt að klára þessa framkvæmd svo skapist heild á umráðarsvæði Grasagarðsins. Tilvitnun lýkur hér í þessa greinargerð. Nú kannski eins og borgarfulltrúar vita þá þurfum við að leggja fram málin okkar hér á forsætisnefndarfundum alltaf föstudag fyrir hvern borgarstjórnarfund og þá ég ekki komið með vermiða hér á þessa tillögu þennan fyrsta áfanga. Ég hef þær upplýsingar nú en borgarfulltrúum og öllum sem hlusta hér á þennan fund bent á það að verið að tala 3 áfanga. En þessi fyrsti áfangi sem ég að tala núna, að borgarstjórn veiti heimild til þess að setja inn á fjárhagsáætlun fyrir 2023, kostar 35 milljónir og fullhannaður. Þannig að ég til afar brýnt að borgarstjórn samþykki þetta hér í dag svo að þarna megi þróunin vera áfram og að skrifstofa opinna svæða og starfsfólk Grasagarðsins fái þetta fjárhagslega svigrúm til þess að klára dæmið. En svo áfangi 2 og áfangi 3 eftir og lauslega athugað af þeim aðilum sem ég hef verið í sambandi við vegna þessara tillögu reikna með að áfangi 2 og áfangi 3 kosti líka sitt hvorar 35 milljónar, en það þá hlutverk nýs meirihluta og nýrrar borgarstjórnar að klára dæmið allt. Það þá áfanga 2 og áfanga 3. Nú, þetta gert til þess að allir gestir Grasagarðsins og raunverulega Íslendingar allir og erlendir sérfræðingar sem sækja garði mikið heim geti þá haft gott aðgengi þarna að svæðinu. Það rétt að geta þess að það orðið mjög brýnt viðhald þarna í kringum listaverkið Fissu vegna þess að það var nú, þetta sem sagt fyrir þá sem ekki vita, þetta afar fagurt vatnslistaverk og það var nú ekki í virkni mjög lengi en nú búið að hleypa vatninu á það aftur en þarna stígurinn orðinn nokkuð hættulegur og aðgengi ekki alveg eins og best verði á kosið og þarna vantar lýsingu þannig að sjálfsögðu kemur skrifstofa opinna svæð og starfsfólk Grasagarðsins að því með listamanninum að gera þetta eins og best verður á kosið
því að við vitum náttúrulega það að listamenn þurfa alltaf að hafa síðasta orðið ef ykkur breytt í kringum þeirra eigin listaverk. Þannig að ég tel að brýnt að þetta fjármagn komi þá núna inn og þessi tillaga verði samþykkt svo að þessi nauðsynlega tillaga verði og sett í framkvæmd og verða veruleika. Og ég ítreka aftur, þetta einungis fyrsta skrefið að 3 til að klára þetta stórkostlega raunverulega þessa náttúruperlu og náttúruauðlind í þeim skilningi að þetta einstakt hér á landsvísu, hvernig búið að standa að uppbyggingu grasakarsins frá árinu 1961. Og þeir sem ekki hafa komið þangað, sem að eru talsvert margir, myndi ég halda, að þá bið ég fólk að fara og kíkja þetta niður í Grasagarð til að sjá hversu stórkostlegt safn þetta sem að þarna búið að koma í framkvæmd og þarna sífellt verið í framþróun og nýjasta verkefnið núna það að færa gamlar nytjaplöntur villtar sem Íslendingar hafa notað í gegnum tíðina, greina þær og koma þeim á eitt stað sem alveg stórkostlegt og starfsmenn Grasagarðsins alveg ótrúlega duglegir við að sækja í sjóði og sækja sér styrki og fjármagn út fyrir Reykjavíkurborg og út fyrir fjárhagsramma borgarinnar til þess að framþróunin geti átt sér stað áfram. Þannig að þetta mín síðasta tillaga í borgarstjórn og það einlæg von mín og biðla ég nú til borgarfulltrúa allra að þeir veiti þessari tillögu brautargengi, því eins og þið viti nú að þá hef ég nú ekki verið að tala mikið fyrir útgjaldatillögum og talað mikið hér sparnað þessi 4 ár, en þetta hér svona undartekning og gert í nafni umhverfisins, grænna svæða í Reykjavík og ekki síður framþróunar Grasakarsins sem náttúruperlan okkar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu, þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég vil þakka tillöguflytjanda kærlega fyrir þessa góðu og mikilvægu tillögu og það strangt að tekið við litla bæta. Yfirferð Vigdísar Hauksdóttur borgarfulltrúa var býsna góð og við erum sammála þessu og ég legg til að henni verði vísað inn til fjárhagsáætlunar umhverfis- og skipulagssviðs. Grasagarðurinn í rauninni bara safnandi berum himni og gríðarlega mikilvægt sem slíkt. Þannig að það eðlisólíkt öllum okkar söfnum sem við höfum og við þurfum að varðveita það og stækka og eins og kom fram í máli tillöguflytjanda að þá liggur ýmislegt því til grundvallar að okkur ber að gera það. Ég tek líka undir það að það ómetanlegt starf unnið í Grasagarðinum og býsna skemmtilegt. Þarna til dæmis fræðsluþátturinn gríðarlega stór, samstarfi leikskóla og grunnskóla. Ég hef lengi haft augastað á því að fara í moltugerð, að læra moltugerð í Grasagarðinum. Kannski fæ ég tíma til þess núna. En eins og ég segi, þá ætlum við að samþykkja þessa tillögu og vísa henni til fjárhagsáætlunar umhverfis- og skipulagssviðs og bara til hamingju. Ég tel að þetta sé fyrsta tillaga Miðflokksins sem samþykkt hér í salnum. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum, Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já, bestu þakki fyrir það. Þetta fyrsta tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins sem samþykkt í borgarstjórn og fyrir það ég þakklátt. En það líka jafnframt rétt að geta þess að við borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir höfum setið í umhverfisráði saman þessu kjörtímabili og þrátt fyrir að sumir haldi annað þá hefur starfið verið með miklum blóma og við í 95 til 98% sammálum allt sem fer þar fram.
Þannig að ágreiningurinn nú ekki meir en það. Þannig að ég ætla að þakka Lífu Magnúsdóttur formanni umhverfisráðs kærlega fyrir störfin svona hér í lok þessar umræðu frá minni hálfu. En svo ég eftir að halda hér ræðu undir öðru dagskrárliðum, þannig ég ætla ekki alveg að kveðja borgarstjórn eða borgarfulltrúa strax. Þannig það sé sagt, ég ekki að gleyma því. En kærar þakkir. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá telst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls Þorkell Heiðarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég nú litlu við þetta bæta sem hefur hér komið fram, en mér langar þó að taka bara undir ágæti þessara tillögu. Grasagarðurinn náttúrulega afar fallegu staður, þar sem blóm og grös fá að njóta sín og mannlífi líka. Og þessi staður á sér vissulega bara mikilvægan sess í hugum borgarbúa og þarna innan garðsins hefur verið mikill metnaður til þess að bæta garðinn og hefur alla tíð verið. Ég held að við séum öll sammála því. Ég er kannski vert að nefna að nýlega fekk garðurinn veglegan styrk frá Norrænu ráðuneytinu, ef ég man rétt, í verkefni sem heitir Villtar erfðalindir, eða sem snýst villtar erfðalindir. Og það mjög merkilegt verkefni þar sem verið að kanna hérna í höfuðborginni útbreiðslu og stuðla að verndun villtra plantna sem mögulega eru skyldar nytjaplöntum sem við þurfum öll að halda í fæðuframleiðslu heimsins. Og þá komum við að því að erfðaefnið mikil fjársjóðskista sem mikilvægt að halda utanum og erfðaefni í villtum plöntum geta nýst síðar í til dæmis kynbætur á nytjaplöntum og annað slíkt. Og þetta finnst mér afar merkilegt verkefni sem að grasagarðurinn stendur að og mun gera á næstunni og fer hér veit í sumar og kannar lendur Reykjavíkur og leitar að plöntum og nýjum og gömlum erfðalindum. Þannig að mér langar til þess að þakka borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttur fyrir ágæta tillögu. Ég veit að hún hefur áhuga á ræktun og blómum og ég nú alveg, þetta nú held ég að örugglega síðast skipt sem ég stendur upp hér allavega einhvern tíma og hver veit nema ég taki mér slíkt fyrir hendur að rækta blóm og annað slíkt. Það getur vel verið, aldrei að vita. Nema ég verði kannski næturlífsstjóri sem líka áhugavert starf í sjálfu sér. Mjög spennandi, allavega hljómar mjög spennandi. En allavega, mér finnst bara tillagan ákaflega góð og þetta verður eflaust til þess fallið að gera grasagarðinum kleift að galdra fram nýtt svæði grasa og blóma okkur öllum til unaðs auka. Og þá langar mig einnig til þess að nýta tækifæri hérna uppi og þakka ykkur öllum fyrir gott samstarf á liðnu kjörtímabili í hvaða flokki sem þið eruð. Það hefur verið afar skemmtilegt að vinna hér og áhugavert og mjög skemmtilegur hópur borgarfulltrúa við verið hérna og mér langar bara að nýta tækifæri til þess að þakka ykkur öllum fyrir afar gott og skemmtilegt samstarf á liðnu kjörtímabili. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þorkell Heiðarsson hefur lokið máli sínu og þá telst umræðu þennan lið lokið og við tökum tillöguna til afgreiðslu. Forseti biður borgarfulltrúa að ganga í salinn.
Við tökum þá tillöguna til afgreiðslu, tillögu borgarfulltrúa Miðflokksins aukið fjármagn til uppbyggingar svæðis Bása og Fissu í Grasagarðinum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja tillöguna gefur merki. Tillagan samþykkt og henni verður vísað í framhaldinu til fjárhagsáætlunar gerðar. Þá göngum við til næsta liðar á dagskránni sem 5. liður, tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins viðveru sálfræðinga í öllum grunnskólum borgarinnar. Til máls tekur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarbúar, hér verið að leggja til að borgarstjórn hefji undirbúning að því að tryggja fasta viðveru sálfræðinga í öllum grunnskólum borgarinnar í 100% starfi og kostnaðarmatið það liggur fyrir og samkvæmt svari sem að barst inn á fund velferðarráðs við fyrirspurn sósíalista 2. mars 2022 í velferðarráði þá kemur fram með leyfi forseta að ef einn sálfræðingur væri í 100% starfi í hverjum grunnskóla borgarinnar að þá þyrfti 44 stöðugildi til að sinna öllum grunnskólunum. Stöðugildi skólasálfræðinga á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar eru 25,8 sem þjónusta 80 leikskóla og 40 grunnskóla í borginni. Meðtaldir eru einkareknir leik- og grunnskólar. Áætlað að það bil 10 stöðugildi sinni leikskólum og 15,8 sinni grunnskólum borgarinnar. Ef 15,8 stöðugildum sálfræðinga skipt jafnt á milli allra grunnskóla borgarinnar, þá má áætla að hver sálfræðingur sé í 36% starfi við hvern skóla. Og ef einn sálfræðingur væri í hverjum grunnskóla alla daga vikunar þá vantar 409 milljónir króna upp á fjárheimildir. Þetta þá á ári. Þannig að við erum með þessa kostnaðargreiningu. Það liggur fyrir kostnaðarmatið en það þarf líka að tryggja góða aðstöðu. Þannig að það ekki bara nóg að tala fjármagnið, það líka aðstaðan sem þarf að vera til staðar inn í skólunum þegar það verið að taka á móti börnum og ungmennum sem vilja þá geta labbað inn og tala við sálfræðing og það ekki allstaðar til staðar. Það hefur verið talað aðstöðuleysi og það svona misjafnt innan skólana en allir grunnskólar í Breiðholti hafa náð að skapa starfsfólki góða aðstöðu en þetta þá eitthvað sem þyrfti líka að undirbúa. Ungmenni hafa sjálf verið að kalla eftir þessu eins og hefur komið fram frá fulltrúa ungmennaráðs sem var með tillögu að bæta aðgengi að sálfræðiþjónustu og þess væri tryggt og þessi tillaga lögð fram þannig að þetta sé í nær umhverfi barna og ungmenna þannig að þetta sé í aðgengilegt fyrir börn og ungmenni í þeirra skóla og þetta snýst að borgarstjórn samþykki að byrja að hefja þennan undirbúning og vísa þessari tillögu til fjárhagsáætlunar gerðar 2023. Þannig að ég vona bara að við tökum jákvætt í það að hefja þennan undirbúning. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta tillaga sem við höfum rætt nokkuð oft sálfræðinga í grunnskólum og bæði inn í ráðum og nefndum og hér í borgarstjórn. Það reyndar svo að þetta eitt af því sem að mörgu leyti partur af betri borg fyrir börn. Það að skipuleggja þjónustu Reykjavíkurborgar til barna, ungmenna og fjölskyldna þannig að ná í rauninni betur að mæta þörfum barna og fjölskyldna og styðja til farsældar. Og við erum að samhæfa þarna alla þessa vinnu í hverfunum og byrjuðum nú innleiðingu því 1. janúar síðastliðinn.
Við erum líka að taka fyrstu skref í að innleiða svokölluð farsældarlög sem eiga líka að bæta og breyta þjónustu við börn. Þannig að það ýmislegt í gangi. Samkvæmt nýsamþykktu skipuriti sem við samþykktum hér fyrir velferðarsvið, þá til ný eining í hverju hverfi núna sem heitir Barna- og fjölskyldu deild, hverjum borgarhluta, þessum 4 borgarhlutum sem við byggum til. Og við höfum reyndar falið þeim að skoða svona hversu mikið þyrfti að bæta við sálfræðingum, hvernig við gætum gert það, og við bættum við hér fjármagni af því að við sáum mikla aukningu á biðlista í kjölfar COVID. Það kom í ljós þegar við fengum það fjármagn að það ekki auðvelt að ráða sálfræðinga, þeir liggja ekki á lausu. Þannig að þó svo við myndum samþykkja svona tillögu, þá það ekki endilega víst að það væri besta ráðstöfunin að það væri tiltækur sálfræðingur í hverjum einum skóla. Kannski jafnvel betra að þeir sinni þá þeim börnum sem að þurfa og komi í skólana, og það eitthvað sem við höfum verið að leggja áherslu á. Hins vegar þá samþykkti skólafrístundaráð á sínum fundi, síðasta fundi, að þau vildu formgera betur samstarf borgaranna við heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Þar eru sálfræðingar sem eiga að sinna börnum sérstaklega, og við höfum einnig rætt það í velferðarráði og fengið það ábendingar frá ungmennaráðum líka að hjúkrunarfræðingar sem eru skólahjúkrunarfræðingar þeirra viðvera sé oft of stutt og þau vilja sjá hjúkrunarfræðingarna lengur á staðnum, og núna þegar sálfræðingarnir eru komnir inn á heilsugæsluna að þá getum við líka vel séð fyrir okkur að við gætum stuðlað að því að þeir fengju aðstöðu í skólunum og það væri einhvers konar samkomulag viðveru eða slíkt. Þannig að ég held að hér sé bara ýmislegt sem að við getum gert betur, getum skoðað áfram, en fyrst og fremst núna í forgangi að ráðast að þeim biðlistum sem eru. Nú eru of mörg börn sem bíða eftir því að fara í frumgreiningu, hitta sálfræðing vegna tilfinningavanda, hitta þroskaþjálfa, talnameinafræðing, og ég held að okkar svona fókus fari fyrst og fremst í það núna. En þetta samt ekkert sem að útilokað að nýr meirihluti ákveði að ráðast í. Þannig að mér finnst eðlilegt bara að vísa þessu til velferðarráðs þar sem þetta bara skoðað. Þannig ég legg það til. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta aldrei merkilegt að þetta í rauninni, mér finnst eins og þetta bæði svona upphá og endir. Þetta kjörtímabil eiginlega búin að einkennast svo mikið af þessum málum með biðlistana og sálfræðinga og talmeinafræðinga. Mér finnst nánast eins og ég hljóta að vera að ræða þetta á fyrsta fundi borgarstjórnar á þessu kjörtímabili og mun enda á síðasta fundi líka með þetta mál. Og kannski eftir 4 ár mun ég enda líka aftur með þetta mál á síðasta fundi, hver veit, en vonandi ekki. En þetta í rauninni bara frábært að við skulum þó vera allavega að ræða þetta, og þó að lítið hafi gerst í þessu, og biðlistinn sem var 400 börn 2018, hann held ég ennþá í einhverjum 1800 núna, þannig kom Velstad. Þetta í rauninni samt tvennslags. Annars vegar þetta með aðsetrið sem í rauninni kostar ekki neitt að flytja, það kostar ekki neitt að sálfræðingar fara á morgnana út í skólana sem eru að sinna þann daginn eða fara á þjónustumiðstöðuna. Þetta bara spurning ákvörðun, og það mörg ár síðan, 2-3 ár síðan, ég man ekki hvenær skýrsla innri endurskoðanda kom út þar sem að
það var alveg skýrt ákall skólastjórnenda sumra allavega, já bara flestra, að fá fólki út í skólana. Og það kann að vera einhverju skólar séu svo með lítið rými að þeir hafa hvorki og eiga kannski ekki heldur stól og borð handa sálfræðingnum en mjög margir skólar eru með rými og eiga stól og skrifborð handa sálfræðingnum og það eru ekkert af vanbúnaði að taka bara þessa ákvörðun að þeir skólar sem eru tilbúnir og eru með rými, borð og stól fyrir sálfræðingin að það hefjist þess vegna strax á morgun að þeir sálfræðingar mæti til vinnu út í þá skóla sem eru eiga sinna og þar með það bara gert. Þeir skólar sem hafa ekki fermetir og ekki skrifborðsstól og borð að þeir skólar verða þá auðvitað að halda áfram að hafa sína sálfræðinga á þjónustumiðstöðunum. En síðan hef ég verið með og séð það gerast að sálfræðingur, skólasálfræðingur og skólahjúkrunarfræðingur skipti með sér herbergi. Því að oftast eins og við því miður erum ekki komið með 100% stöðu, hvorki skólahjúkrunarfræðingur í 100% stöðu en ég sálfræðingur í 100% stöðu í skóla. Þannig að ég sé það í rauninni vera þannig að skólahjúkrunarfræðingurinn er fyrir hádegi í herbygginu og sálfræðingurinn tekur síðan við herbygginu eftir hádegi. Þannig að það er alls konar lausnir til í þessu, alls konar. Þannig að aðsetursmálið er í rauninni bara hægt að græja á no time og ekki nóg með það myndi spara 3 milljónir á ári sem kostar sálfræðingana að rúnta frá þjónustumiðstöðunum í leigubílum og eða á akstursamningum út í skólana. 3 milljónir, á hverju eru við að borga þetta þegar að er hægt að hafa sálfræðinga út í skólum. Þetta er gjörsamlega óskiljanlegt að maður skuli vera að tala þetta í 4 ár og það hefur ekkert hreyfst í þessu máli. Af því þetta er auðvelt. Ég haf algjörlega skilninga á sumt flókið og sumt kostnaðarsamt og tekur meira en eina nótt að græja en ekki þetta. Þetta er bara hægt að gera, þetta vilja skólastjórnendur, foreldrar og enn er maður að hitta foreldra sem ekki vita sálfræðingur sem tilheyrir skólan. Aldrei séð hann, vita ekkert hann. Og það er alveg með ólíkindum. Það hefur verið, ég veit ekki hvað sálfræðingar búin að vera lengi til í skólum, tengdur skólum. Sko, við erum að tala áratugi, en samt er þetta svona. Þetta er eitt, en síðan er það hitt að þetta væri dásamlegt að væri hver skóli með sinn fagaðila, bara sem væri þar allan daginn, alla daga vikunar því að nóg er að gera og vera með 100% sálfræðing í skóla, stórum skóla að það hlýtur að vera draumur bara flestra og ég veit ekki hvenær við komumstum á þann stað. Það er þá frá 28 stöðugildum upp í 44 og þetta er hægt að gera það ef þetta mál verið sett í forgang. Ef að þetta mál verður eitt af fyrstu forgangsmálum nýrrar borgarstjórnar, þá er hægt að ganga rösklega til verks. Þetta þarf að ganga til samninga við sálfræðinga. Þeir eru stétt sem er náttúrulega hámenntu stétt og þykja ekki hvaða laun sem er eðlilega. Þeir eru með ákveðin árafjölda í háskólanámi og það þarf að semja við þá. Og þetta er bara spurning að taka það ákvörðun og gera þetta. Og þetta kostar fjármagn og það er að finna þann pening. Og það er alveg hægt að finna þann pening með því að bæði að skoða sparnað, skoða hagræðingu og geyma önnur verkefni sem er ekki eins brýn. Því þetta er virkilega brýnt. Og það myndi létta mjög mikið á tugi fjölskyldna og fjárhagslega fyrir þá sem eru að taka lán til þess að fara með barnið sitt á stofu út í bæ. Þetta hefur svo marga fleti þessi mál að það er með ólíkindum og síðan eru þetta talmeinafræðingarnir annar. En mér skilst að það býði 600 börn eftir að komast til talmeinafræðings. Ég var nú á fundi skóla og frístundaráðs í hádeginu og þar var einmitt verið að ræða, kom þessi mál fram þar í svari við fyrirspurn. Þannig að núna er bara spurning hvað nýr meirihluti eða ný borgarstjórn vill gera. Hvort að hún vilji, sá meirihluti sem verður segja bara já þetta er rosalega leiðilegt og það verður að gera eitthvað og svo ekki gera neitt eða vill hún gera eitthvað. Og
Og hvað þá? Þá er þetta spurningum forgangsröðunina. En strax má taka á aðsetursmálan. Bara strax. Ákveða bara frá með næsta mánudegi þar sem er rými fyrir sálfræðing, þar getur sálfræðingurinn sest, farið í vinnuna í sín skóla. Þetta er svo ótrúlega auðvelt og þannig er þetta bara í öðrum sveitarfélögum. Eins og ég hef áður sagt þá var ég 10 ár skólasálfræðingur, ekki Reykjavík þó, en aðsetur mitt var alltaf í þeim skóla sem ég synti. Synti skólanum í 40% starfshlutfalli, sem voru 2,5 dagur, cirka bát, og ég fór bara á minn vinnustað sem var í skólanum. Jú, ég var með alveg gögnin í ferðartösku sem ég dró með mér og fór með heim á milla því það var svo þröngt tíma, en svo fekk ég betra herbergi og á 10 ára tímabili þá vænkaðist nú svona rýmið. En það er alveg ómetanlegt að geta verið með aðsetur þar sem viðfangið er, þar sem börnin eru, og að börnin þekki skólasálfræðinginn sinn, ég gat farið út í bekkina, ég gat verið með fræðslu eineltismál, alls konar mál, foreldrar bönku upp á. Ég var með opið inn til mín milli þess sem ég var í viðtölum og í skimunum, greiningum, kennarar komu, og að vinna við þessar aðstæður, nálægt þeim sem þú ert að aðstoða og veita stuðning. Það er bara eitthvað allt annað dæmi heldur en að fara alltaf á einhverja þjónustumiðstöð. Taka síðan leigubíl út í skóla eða vera aksturssamningur 3 milljónir á ári. Þetta er náttúrulega engin hemja, þetta er ekkert vit í þessu. Ég veit eiginlega ekki hvað þarf til þess að þið sjáu þetta. En þetta er síðasta ræða mín hér, væntanlega er ekki dagskrán að vera tæmd og merkilegt að vera að tala þetta. Ég veit ekki hvað skal segja, en vona bara það besta. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Þetta lækka fyrir mig. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Ég skal bara vera mjög kjarnyrst. Mér finnst að vera frábær til að hjá flokki fólksins og sósíalistum. Og þetta er bara eins og þær hafa komið inn á og þá er þetta allan hátt ótrúlega skynsamlegt þegar að botninn er hvolft. Þegar öll er að botninn hvolft. Það er einfaldlega bara gild svona almennt viðmið í rekstri sem er að því styttri vegalengdir, því það minnkar viðskiptakostnað og það er yfirleitt til þess fallið að bæta gæði þjónustu. Og þetta er nákvæmlega sem þetta gengur út á. Með því að fá sálfræðingana inn í skólana þá erum við að svara bæði ákalli nemanda og foreldra í áralöngu ákalli, sem er það að hafa sérfræði þekkinguna nálægt sér svo það sé hægt að nýta hana sem best. Þannig að þetta er náttúrulega bara auðvitað til þess fallið að vera að þú fáir miklu meira virði fyrir peningin sem þú eyðir en með því að hafa það inn í skólunum heldur en að hafa það á annars staðar á þjónustumiðstöðunum. Þannig að ég bara fagna þessar tillögu innilega og hvet algjörlega borgarstjórn til þess að samþykkja hana. Hvort sem að sé núna eða ekki, þá bara verður klálega að flytja hann aftur á næsta kjörtímabili. Þetta er bara frábær tillaga og bara áfram gakk. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næstur til máls Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúum Sósíalistaflokksins og Flokks fólksins fyrir mikilvæga tillögu og til að við þurfum að vinna vel með hana í upphafi nýs kjörtímabils. Tek undir með Heiðu Björg Hilmisdóttur varðandi þau sjónarmið sem hún var með hér áðan varðandi betri borg fyrir börn. Það er auðvitað verkefni sem gengur einmitt út á það að skipuleggja betur og bæta þjónustu við börn og barnafjölskyldur í borginni. Og einmitt rétt eins og Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi kom inn á að það var einmitt samþykkt á
á fundi í morgun í skólafrístundaræði við að efla þjónustu skólahjúkrunar í borginni og nýta þá svona þetta sem svolítið að teiknast upp sem nýtt landslag í þessum málaflokkum að bæði þessi lykilsvið í borginni, velferðarsvið og skóla- og frístundasvið eru að þétta raðirnar, vinna markvissar saman í þjónustu við börn, en það líka í farsældarlögunum þetta ákall að ríki og sveitafélög vinni betur saman, þannig að það séu engin boltar að falla niður þegar kemur að þjónustu við börn ekki síst í viðkvæmri stöðu og tillagan skólahjúkrun miðar að þessu sama marki. Það hefur lengi verið mikill vilji til þess að auka viðveru sérfræðinga og ekki síst sálfræðinga út í skólunum og við lögðum þetta til fyrir nokkrum misserum síðan þegar lagðar voru fram tillögur hvernig mætti bæta vinnuumhverfi kennara og annars starfsfólks grunnskólana. Þetta hefur komist til framkvæmda í Breiðholti og eitt af yfirlýstum markmiðum betri borgar fyrir börn verkefnisins og það sé líka áréttað. Og það má líka benda á það að í nýja líkaninu, EDDU-líkaninu sem að ráðstafar fjármagni til grunnskólana, þar sérstaklega að tekið skrefið þess átt með því að grunnskólarnir hafa nú meira svigrúm, meira fjármagn til þess að ráða sérfræðinga fleiri heldur en kennaran inn í skólana. 3 atriði sem ég vil nefna svona athugasemdir eða umhugsunarefni varðandi tillöguna. Í fyrsta lagi þá þetta ákveðin breyting á viðhorfum varðandi verkefni og hlutverk skólasálfræðinga sem hafa verið flotuð í umræðunni og sérstaklega kannski í merkri skýrslu frá greiningamiðstöð Evrópumiðstöðarinnar menntun fyrir alla sem oft kallað skóli án aðgreiningar. Þar lögð áhersla á það að draga úr vægi greininga en auka vægi beinna úrræða til barna og þess vegna eðlilegt í þessu samhengi að menn velti fyrir sér hver sjáum við fyrir okkur að séu megin verkefni skólasálfræðinga í framtíðinni. Þau hafa mjög mikið snúist greiningavinnu fram að þessu en ekki eðlilegt að horfa til þess að það ákveðin breyting þar á yfir í það að tryggja börnum í meira mæli úrræði. Ég vil líka nefna það því að í tillögunni svolítið lagt upp með það að framtíðin sé svo að það sé einn skólasálfræðingur í hverjum skóla. Skólarnir eru þetta mjög misstórir. Sumir eru með rétt ríflega 100 nemendur, aðrir yfir 700. Þannig að það þyrfti að hugsa til þessu samhengi að 100% staða getur verið ofrausn í sumum skólum en klárlega ekki nægjanlegt í öðrum. Aðstæðan, það hefur verið bent á það að hún á að mismunandi í skólunum fyrir sálfræðingana en ég benda á það að skóla- og frístundasvið hefur komið þeim óskum til skólastjórnenda í borginni að starfsfólki skólaþjónustunnar verði tryggð aðstaða þar sem nemendur upplifi sig örugga og að næðis og trúnaðar sig gætt. Og það einmitt mat velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs að því verði beint til nýra fagstjóra grunnskólana á þjónustumiðstöðum eða borgarmiðstöðum borgarinnar að gera nákvæma greiningu og aðstöðu hvers skóla fyrir sig og að viðeigandi aðstaða verði tryggð. Það má líka nefna það svona í lokin að þó að það sé niðurstaða kostnaðarmats sem að fylgi tillögunni að það myndi kosta rúma 400 milljónir króna á ári að fjármagna fulla stöðu sálfræðinga í öllum borgarreknum og sjálfstætt reknum grunnskólum að þá væri að sjálfsögðu þetta innleiða slíka aðgerð í áföngum. Það verði þetta að byrja því að tryggja viðveru sálfræðinga í öllum skólum 1 dag í viku, 2 daga í viku og fjölga síðan eftir efnum og aðstæðum í fjárhag borgarinnar. Ég styð þá tillögu að málsmeðferð sem að Heiða Björg Gímilsdóttir borgarfulltrúi lagði fram hér á að henni verið vísað til velferðarsviðs og máli færi sömuleiðis til skoðunar í verkefnastjórn betri borgar fyrir börn til að tryggja aðkomu beggja sviðana. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni fyrir hans svar. Ég held að þetta erum við ekki að tala að fulla stöðu sálfræðings annars vegar í skóla með 100 börnum eða 500 börnum. Það bara svona hlutfall sem þarf að skoða í því sambandi, bara eðlilega. Þannig að ég held að enginn sé nú alveg, ég held að það liggi alveg ljóst fyrir þó að þetta sé nú orðað með þessum hætti.
En ég vil líka bara nefna að þegar skólasálfræðingur orðin svona hluti af starfsfólki skólans og svona gangandi inn í bekkina, verandi með fræðslu, námskeið fyrir foreldrana, að þá einhvern veginn líka breytist svona viðhorf, svona ef að til dæmis ef við erum eitthvað að tala um að krökkum þykir óþægilegt að fara til sálfræðings eða hitta hann eða það verður einhvern veginn allt öðruvísi heldur en að fara til einhver sem sést svona ekki beinlínis vera svona einhvern veginn sem innviður í skólan. Ég veit ekki hvort ég almennilega að geta útskýrt hvað ég að reyna að segja. Þannig að það verður svona einhvern veginn opnara og eðlilegra og krökkunum finnst oft bara það ekkert tiltökumál að það sé verið að fara í viðtali eða skimun. Þetta verður einhvern veginn svona allt svolítið svona heimilislegra. Ég veit ekki hvort ég að ná að skýra þetta. Þannig að það er svo margt sem breytist svona í bara menningunni og svona viðmótinu, viðhorfunum og svo þekkja foreldrarnir sálfræðinginn og það verður öðruvísi. Þannig að ég held að við megum ekki eða mikla fyrir okkur að þetta verði eitthvað, að þurfi að gera einhverja sérstakar ráðstafanir eða eitthvað sérstakar aðstæður. Þetta er ekki alveg svona flókið. Þannig að oft vill maður svona fara út í að flækja hlutina of mikið. Þetta er bara að gera þetta og þetta komið dæmi þetta og ég held að þetta sé bara hljóta að vera málið. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá telst umræðu þessa tillögu. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason óskar eftir að fá að svara andsvari. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara taka undir það. Ég held að þetta sé í sjálfu sér ekkert flókið og það sé mjög mikill málefnalegur samhljómur og samstaða þetta meginatriði að auka viðveru sálfræðinga út í skólanum og það skrifað inn í Betri borg fyrir börn. Það markmið þessara tillögu og ég held að við eigum að vinna með það inn í nýtt kjörtímabil. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvari. Þá telst andsvörum lokið og við tökum þessa tillögu til afgreiðslu. Forseti biður borgarfulltrúa að ganga í salinn. Við tökum þá tillöguna til afgreiðslu. Tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins viðveru sálfræðinga í öllum grunnskólum borgarinnar. Það hefur borist málsmeðferðartillaga að tillögunni verði vísað til velferðarráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vilja tillöguna vinsamlega skrifa merki. Tillagan samþykkt. Þá verður gert stutt fundarhlé.
En já, þá fundi framhaldið og vindum við okkur í sjötta lið dagskrár sem fundargerð borgarráðs frá 5. maí. Það hefur borist beiðni til forseta að liðum 15 og 27 úr fundargerð borgarráðs frá 5. maí verði frestað og borgarstjórn ber að virða það á fundum eins og þessum þar sem að umboð borgarstjórnar til ákvarðanatöku í ágreiningi takmarkað og skoðast það samþykkt. Eftir situr að við þurfum að samþykkja 9. lið, breyting á endurgreiðslu hlutfalli til lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar og ef enginn vill kveðja sér hljóðs en þetta ekki verður tekið til máls þá þessa liði sem frestað eða bókað þá. En ef einhver vill taka til máls fundargerðina almennt eða þennan 9. lið áður en við göngum til atkvæðagreiðslu þá það í boði. Svo virðist ekki vera og þá göngum við til atkvæða. Þau ykkar sem að samþykkja 9. lið úr fundargerð borgarráðs frá 5. maí gefið þess merki. Það samþykkt, einróma. Þá 7. lið lokið og göngum við þá til 7. liðar. Það fundargerð forsætisnefndar frá 20. maí, fundargerð mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 28. apríl og 9. maí, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 4. maí, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 18. maí og fundargerð velferðarráðs frá 29. apríl og 4. maí. Þar einn liður sem við þurfum að staðfesta sérstaklega. Það annar liður á fundargerð forsætisnefndar frá 20. maí, tillaga breytingu á staðamörkum Reykjavíkur gagnvart Kjósarhreppi. Já, ég ætla að klára. Það ættu að teljast vera minni háttar breytingar en já, borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Dagur B. Kjelsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði bara að vekja athygli á þessu máli sem hvorki veigamikið né stórt en bara ánægjulegt. Reykjavík að stækka vegna þess að verið að sækja að lóð sem fellur bæði innan jarðanna Stardals og Írarfells og þar með bæði innan staðamarka bæði Reykjavíkur og Kjósarhrepps verði nú einungis innan staðamarka Reykjavíkur. Þetta lóð þar sem verið að afmarka lóð fyrir fjarskiptastöð í Skálafelli á Mosfellsheiði og þetta gert að beiðni neyðarlínunar. Ef að ég kann máli rétt, öðru leyti ætlaði ég bara þakka þeim borgarfulltrúum sérstaklega sem hér hafa verið að halda ræður og að ljúka störfum en allri borgarstjórn fyrir gott samstarf á yfirstandandi kjörtímabili. Óska þeim sem hverfa til annarra starfa velfarnaðar en hlakka til að vinna með öðrum áfram að góðum málum í þágu borgarinnar. Þá borgarstjóri lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls. Það Pavel Bartosek. Já, nei, fyrirgefðu, afsakið. Það 2 borgarfulltrúar. Það fyrst Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég tel mig ekki vera undir röngum lið hér því að ég ætla að tala hér undir lið fundargerðar forsætisnefndar því að forsætisnefnd undirbýr borgarstjórnarfundi. Ég ætla að þakka ykkur öllum kærlega fyrir samstarfið. Hér eru nokkri varamenn, ég óska eftir að fulltrúa flokkana skili þið til sinna fulltrúa hér, borgarfulltrúa, kveðjur mín skili kveðjum frá mér til þeirra og ég þakka jafnframt öllum varaborgarfulltrúum sem hafa tekið sæti hér á þessu kjörtímabili líka fyrir samstarfið. Þetta búið að vera mjög fróðlegt. Ég óska borgarstjórn og nýjum meirihluta hvernig sem hann verður skipaður farsældar í starfi og minni hér aftur á það sem ég sagði hér í ræðu minni að ég óska þess að þið fari vel með fjörrækið sem að Reykjavíkurborg fyrir landsmenn alla. Ég þakka samstarfið og óska ykkur glæstara framtíðar og þeim sem að takast á við ný verkefni til hamingju til framtíðar hvað svo sem að framtíðin ber í skaut sér fyrir okkur öll. Takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúi lokið máli sínu, henni þakkað fyrir ræðuna og störf á kjörtímabilinu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúin Pavel Bartosek.
Virðulegi forseti, ég tek til máls undir fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 4. maí, en þar samþykktum við einróma lítið en samt stórt mál sem snýri að nafnabreytingu eða nöfnum og nýjum götum í Árneshöfðahverfinu, það sem stendur til að kalla götur Eistlandsbryggju, Lettlandsbryggju og Litháenbryggju, og þessi vinuvottur okkur hefur þegar vakið athygli í viðkomandi löndum, og ég veit til dæmis, hafandi talað við fulltrúa utanríkisþjónustunnar og fulltrúa sendinefnda á vegum þingsins sem hafa heimsótt þessi lönd nýlega, eftir þessu hefur verið tekið og fólk kann sannarlega meta þetta. Og það sýnir okkur kannski bara að við í þessum sal tökum oft ákvarðanir sem geta verið stórar og smáar, praktískar en líka symbolískar. Og mér langar bara að biðla til, að því að þó að ákvörðun hafi verið tekin í skipulagsráði, þá auðvitað þannig að þá eftir að staðfesta hana í borgarráði nú eða í næstu borgarstjórn, og ég bara vil nota tækifæri hér til að óska eftir stuðningi við þessa tillögu, að því ég held að hún sendi mjög sterk og mikilvæg skilaboð á þessum tímum. Og ég hef tekið eftir, eitt af því sem eftirminnasta móment í kosningabaráttunni var þegar ég rakst á mann sem var nýkominn frá Kýjevborg, sem var nýkominn til landsins, og eftir samtal þá bent hún á að borgarstjórnin hefur líka ákveðið einróma í skipulagsráði eftir tillögu sem var frá Eyþóri Laxdal Arnaldsborgarfulltrúa að kalla torg hér í borg eftir hans heimabæ, og honum þótti sannarlega mikið til þess symbolíska vottar koma. Ég veit ekki hvað mikil hefð fyrir því að menn komi hér og haldi upp mikla ræðu þegar þeir eru færðir til í starfi, eins og hefur verið gert í mínu tilfelli. Nú hefur minn pólitíski ferill verið þannig að ég byrjaði samt að vera kjörinn til að skrifa stjórnarskrá, svo var ég þingmaður, svo varaþingmaður, svo borgarfulltrúi, og nú tekur varaborgarfulltrúa starfi við, þannig þetta er svona sígandi vöxtur í þessu sem komið er, en enginn veit framtíðina fyrir allir. Ég enga síðar gríðarlega þakkláttur fyrir það hlutverk að hafa verið að fengja að vera borgarfulltrúi fyrir hönd borgarbúa, verið stoltur af þessu starfi, og langar að segja, þó svo ég viðurkenni að þessi tilfærslega starfi hefur ekki endilega verið það sem ég planaði, þá er tilvitnin í pólsku sem ég ætla að lesa með leyfi forseta, það er sem jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, og nú mun textavélin rjúka upp úr henni, af því að nú reynir á mína góðu menn að þetta fari rétt með, en þetta er samt í þýðingun þýðir ef maður fær ekki sem maður fílar, þá fílar maður sem maður fær. Og ég er sannarlega ánægður að hafa fengið tækifæri til þess að vinna fyrir borgarbúa í 4 ár og ætla að reyna að ræskja þetta starf áfram. Ég langar líka að beina til þessa fólk sem hefur náð kjöri í borgarstjórn, og ekki bara óska til hamingju heldur að þakka þeim fyrir. Þakka þeim fyrir það hugrekki sem felst í því að bjóða krafta sína í opinbera þágu, vegna þess að það reynir þetta á að bera upp sína skoðanir, bera upp sína persónu, og ég hugsa að þegar einhver hafi hort á borgarstjórnarfundi hér á síðasta kjörtímabili og hugsa að þetta er það sem ég vil vinna við, þá dáir sér líka sérstaklega hugrekki þessa góða fólks sem hingaði kemur. Ég þakka líka öllum þeim sem buðu fram krafta sína í kosningunum, vegna þess að það er líka hugrekki að koma fram og standa við það sem það hefur gert í þessi 4 ár, og hvort sem er í meirihluta og minnihluta, og óska eftir áframhaldandi umboði. Og það er bara eitthvað sem ég vil líka óska fólki til hamingju með, sama hvort það náði kjöri eða ekki. Ég vil síðan þakka þetta öllu starfsfólki hér sem hefur unnið með mér, skrifstofu borgarstjórnar sem var þétt með mér þegar ég var forseti borgarstjórnar, menningar og ferðamálasviði og íþrótt- og tómstundasviði, og síðan þetta skipulags- og uppbyggingar- og skipulagssviði, þar sem ég átti mjög góðu samstarfi við fólki þar á tíma sem við hlupum sannarlega mjög hratt, og óska síðan öllum sem hér eru kærlega, bara þakka ykkur kærlega fyrir gott samstarf. Og svona stundir eins og þessar geta sannarlega verið á mörgu leyti tilfinningarþrungnar, en þetta er líka lýðræðisins fínasta stund, vegna þess að þetta er eitthvað fallegt við það á 4 ára fresti, þá fái fólk í borginni tækifæri til þess að annarkvort að losa sig við þá sem borginni stjórna eða allavega færa á til í starfi. Forseti, ég þakka samstarfi á liðnum árum og ykkur öll. Borgarfulltrúanum er þakkað fyrir ræðuna og fyrir gott starf á síðustu kjörtímabili sem nú er að líða. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að taka til máls að auki, og það er Katrín Atladóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði nú ekkert að koma hérna upp, en það ekki kannski þekkt fyrir að eyða tíma mínum hér uppi í mikið mars.
En borgarstjóri þakkaði bara öllum fráfarandi borgarfulltrúum sem hefur komið hingað upp í ræðu fyrir sín störf, þannig að ég hugsa að ég er kannski að koma og segja nokkur orð. Ég ætla bara að þakka ykkur öllum fyrir samstarfið. Þetta er búið að vera oft erfitt og oft svolítið leðilegt en líka rosalega gefandi og skemmtilegt. Ég hef lært margt og sem ég get tekið með mér áfram mínum störfum og já, ég ætla bara að þakka ykkur öllum fyrir og líka starfsfólki borgarinnar. Þeir sem eru að fara að halda áfram, bara gangi ykkur vel og leikið fallega. Borgarfulltrúanum er sannarlega að þakka fyrir ræðuna og fyrir gott samstarf síðustu 4 árin. Forseti áréttar nú að hún hafði hugsað sér að þakka öllum fráfarandi borgarfulltrúum í lokfundar sem jafnvel þeir sem tækju ekki til máls, enda eru ekki allir í húsi. En höldum áfram, það þarf að afgreiða þessa ágætu tillögu staðarmörk Reykjavíkur. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Stækka borgina aðeins, meiri Reykjavík, var ekki ykkur með kosningaslagur í þá áttuna? En já, það er samþykkt einróma og þá eru bókanir eftir. Og já, gjörðu þið svo vel, Vigdís Hauksdóttir, lest á bókanir fyrir Miðflokkinn. Já, forseti, þá getur borgarstjórinn tilheyrendur. Ég sendi 2 bókanir en önnur hefur þó fallið út fyrst að málunum Einarsnes var frestað. Þannig að ég er þá með bókun hérna sér að finna undir mínu máli. Tillaga mín veita auknu fjármagn til skrifstofopinna svæða og grasakars í Reykjavík í fjárhagsáætlun 2023 til að opna svæði milli Fiss og Bása og uppbyggingar svæðisins var samþykkt í borgarstjórn. Öllum borgarfulltrúum er þakkaður stuðningurinn. Já, borgarfulltrúar lokið við að lesa bókun, lesta bókun fyrir Sósíalistaflokk Íslands, Anna Magdalena Mörtudóttir. Ég er með eina bókun, það er undir fyrsta lið við jafnlaunastefnu, endurskoðun jafnlaunastefnu Reykjavíkurborgar. Í jafnlaunastefnu Reykjavíkurborgar kemur fram að starfsfólk skuli njóta jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu og eða jafn verðmæt störf. Stefnan nær til alls starfsfólks borgarinnar en leggur fyrst og fremst áherslu á að útrýma kynbundnum launamun. Hér er fjallað mikilvægt þess að tryggja launajafnrétti og óháð kyni auk annarra þáttar sem kunna geta valdið launamun. Fulltrúi sósíalista ítrekar mikilvægt þess að borgarstjórn Reykjavíkurborgar útrými láglaunastefnu sem bitnar einna harðast á fátækum konum sem starfa í hefðbundnum kvennastéttum, að ekki verði stuðst við útvistum sem keyri niður launakjör og að fatlaðir fá viðunandi greiðslu fyrir störf í vinnu og virkni úrræðum. Þá þarf einnig að setja fram launastefnu til að tryggja viðunandi launabil innan borgarinnar þar sem laun borgarfulltrúa verði sérstaklega til skoðunar. Tillaga sósíalista sem lögð var fram í borgarstjórn í október 2021 launagreiningu var vísað til vinnustýrihóps endurskoðun jafnlaunastefnu Reykjavíkurborgar. Ekki liggur fyrir hvernig var unnið úr þeirri tillögu, mikilvægt er að fá þær upplýsingar fram. Þá var borgarfulltrúar lokið við að lesa bókun og lest á bókun fyrir meirihlutann, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, þetta er bókun við málið númer 1 og hún hljóðar svo. Jafnlaunastefna Reykjavíkur hefur nú verið samþykkt með breytingum sem eiga að endurspegla enn betur margbreytileika starfsfólks borgarinnar. Ítrekað er að starfsfólk Reykjavíkur skuli njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf óháð upprunastöðu og öðrum breytum auks kyns. Einnig eru hér breytingar sem miða að því að störf borgarinnar séu öllum aðgengileg. Reykjavíkurborg sem stærsti vinnustaður landsins þarf að vera framúrskarandi í jafnréttismálum. Þá hefur borgarfulltrúar lokið við að lesa bókun, þá les bókun fyrir Flokk fólksins, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, bókun hérna 2. Flokkur fólksins styður tillögu fjölgun lóða fyrir grunnþjónustu. Það er löngu tímabært að eyrnamerkja lóðir í borgarlandi sem henta fyrir stofnunar og skóla og þær tekna frá fyrir þá starfsemi. Fjölgun er í öllum hverfum og eru innviðir gróna hverfa víða sprungnir. Ýmist þarf að stækka eldra húsnæði að byggja ný. Lóðir fyrir skóla og frístund þarf að setja í forgang. Vinna við að styrkja og auka innviði hefur ekki fylgt áætlun í þéttingu. Fjölgun fólksnemynda hefur verið fyrirsjáanleg í mörg ár. Ástandið slæmt í Vesturhluta einnig í Laugardal og nágrenni, Bústaðahálitshverfi og í Árbæ og Norðlingaholti. Útboð þarf áætlun með hvað hætti húsnæðismál vegna frístundsstarfi í þessum hverfi verði leyst til framtíðar. Nú þegar aðstæðan sums staðar með öll óviðeigandi og börn send úr hverfum sín til ýmissa stundarnámi eða tómstundir. Húsnæði nær ekki lengur fyrir þörfin í dag né þá þörf sem
fyrirsjáanleg. Sum staðar verið að grípa til bráðabirgðalausna, engu að síður verið að gera kröfum að farið verði í eðlilega fjárfestingu innan körfuna til að leysa mál til framtíðar. Hafa þar íbúar skólasamfélagið með í ráðum þegar framtíðarlausna leitað. Svo það næturlífið. Flokkur fólks hefur árbætt mál allt frá 2018 flokkurinn lagði fram tillögur reglugerð hávaðamengun skyldi framfylgt. Vegna COVID fengu íbúar griðum stund en nú vandamál komið aftur á fullum þunga. Tillagan kom loks til afgreiðslu 18. maí 4 árum eftir að hún var lögð fram og var þá vísað til heilbrigðisnefndar. Vonandi mun tillagan ekki sofna þar. Framundan meirihlutaviðræður myndun nýs meirihluta. Hvaða flokkar sem kom til að skipa inn nýja meirihluta þurfa að ávarpa þetta vandamál sem hér hefur verið reifað. Vinna þarf flöt á þessu máli sem ekki hægt að bjóða íbúum miðbæjar upp á að búa við aðstæður sem þessar. Hópurinn Kjósum háan burt hafa komið með skýra kröfu að gripið verði til viðeigandi aðgerða við þessu mikla hávaða sem spillir friðhelgi einkalífi, andar yðarna íbúana, hótelgesta og annarra sem svefst að eigi miðbænum. Að lifa við ærandi hávaða hverja einustu helgi eyðileggur taugakerfi fólks. Það ekki einungis lífsspursmál að geta sofið, heldur einnig að geta upplifað öryggi á heimili sínu. Þegar hæst lætur engin skemmtilega öskrum og gólum og ofbeldistilvik eiga sér gjarnan stað. Ég líka með hérna í númer 5. Flokkur fólks hefur barist fyrir því allt kjörtímabil að sálfræðingum verði fjölgað og sálfræðingar hafi aðsetur út í skólum en ekki á þjónustumiðstöðum. Að sálfræðingar hafi aðsetur á þjónustumiðstöðum frekar út í skólum er bæði óhagkvæmt og hvorki þá barna né kennara. Kostnaður vegna ferða sálfræðingar til og frá skólum og þjónustumiðstöðum vantar þarna og eru 3 milljónir á ári. Skólasálfræðingar eiga að starfa sem viðfang og verkefni þeirra þar sem þeir geta verið til taks og sinnt ráðgjöf samhliða viðtölum og greiningum. Í raun mætti taka strax þá ákvörðun að sálfræðingar flytji aðstöðu sína út í þá skóla sem hafa rými, borð og stól fyrir skólasálfræðinginn. Engin kostnaður hlýst þar af og gæti flutningun átt sér stað nú þegar. Dæmi að sálfræðingur og hjúkrunarfræðingur skipti með sér starfsstöð enda hvorugir oftast nær ekki, enda vantar ekki. Enda hvorugir oftast nær, nei, þetta rétt, í 100% starfi þótt það sé vissulega markmið að verði. Ef hort á þetta raunsætt vekur það kannski ekki svo mikla furðu hvað illa gengur að vinna niður biðlista barna til sálfræðingur og annar fagala á skóla svo sem talmeinafræðingur. Nú býða milli 1800 börn, nú býða taka út milli 1800 börn eftir þjónustu, biðlisti var 400 börn 2018. Hér brýnt forgangsmál að ræða. Svo bara ein hérna í lið 7, það hérna við, það liður 7, það við hérna umhverfis- og heilbrigðis, við fundagerð umhverfis- og heilbrigðisráð frá 18. maí. Ég sennilega glemt að senda þið númerið á liðnum. En það aftur... Ein spurning, Kolbrún, í bókunum sem varst að lesa, varstu nokkuð að bóka á þau atriði sem var frestað? Nei, ok. Nei, þetta til að okkar... Ok. Já. Nei. Endilega, ok, ég vildi bara vera viss, en endilega kláraði þá og sendu þá bara inn með númeri ef að... Já, það Starmýr og Einarsnið sem var frestað. Já, einmitt. Nei. Endilega klára að lesa og senda. Ég ekki með neina bókun í hérna 6. Ok, þá við bara... Nei, já, bara eftir að lesa þessa hérna bókun í 7. Ok. Það aftur þetta hana með næturlífið og það segir að það ámælsvert að tilaflokks fólksins sem að borgar og samþykkja að tryggja eftirlit með framkvæmd reglugerðar hljóðvist og hafmengur í borgin verði fylgt koma á dagskrá 4 árum eftir að hún lögð fram. Nú 4 árum síðar en vísa til umsagnar heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Fulltrúi flokksfólks vonar ekki taki önnur 4 ár að fá umsögn. Það skylda okkar borgarfulltrúa, meirihluta og minnihluta að huga velferð og líðan allra borgarbúa umfram allt hlusta. Á þessu lausnir sem bíða skoðunar sem vonandi mun leiða til þess að allir haldi sínu, íbúar getur sofið og upplösa öryggi umhverfisins og hagsmunaaðilar nætur klúbba missi ekki spón úr aski sínu. Sú staðreynd blasir þó við að diskóstaðir sem eru opnir langt fram eftir nóttum með tilhendi háalátum sem dynur allar nóttina getur ekki starfað þar sem fólk að reyna að sofa í næsta húsi. Flokkur fólks hefur lagt fram tillögu í því sambandi sem hægt að leggjast með aðilum sem málið varðar. Vonandi beri nýrri borgarstjórn gæfa til að taka á þessu máli í samráði við íbúa og hagaðila fljótt og vel.
Já, þá bókanalestri lokið. Já, Sjálfstæðisflokkur eftir að lesa. Jú, Örn Þórðarsson lesta bókun fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Og fá hann að senda endilega. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks fagna því að tillögunni hafi verið vel tekið og henni veitt brautargengi innan stjórnkerfis borgarinnar. Mikilvægt að hafa í huga góða yfirsýn yfir nothæfar lóðir í borgarlandinu sem hægt verða að nýta fyrir vaxandi og aðkallandi grunnþjónustu á vegum borgarinnar. Kortlagning af þessu tagi sérstaklega afræðandi í grónum hverfum borgarinnar en hafa verður í huga í öðrum hverfum geta aðstæður breyst hratt og þar verður sömuleiðis mikilvægt að geta brugðið skjótt við til að veita rými fyrir stækkun á húsnæði fyrir grunnþjónustuna. Og tillagan gerir ráð fyrir að hentugar lóðir fyrir starfsemi skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs séu hafðar í forgangi við kortlagninguna. Það var áréttað líkt og kom fram í umræðum málið að mikilvægt sé að hafa í huga lóðir fyrir aðra grunnþjónustu, hvort sem á vegum borgarinnar, ríkisins eða félagasamtaka. Kortlagningin á mikilvægum lóðum ekki síður áríðandi fyrir nýja borgarstjórn til að geta tekist á við komandi áskoranir við að bæta grunnþjónustu í borginni. Eru fleiri bókanir? Ok. Endilega lesa hana þá og senda hana inn bara strax og búinn. En þá það Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir sem að les bókun fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Nei, ekki svona, já, ok. Það var bara undanfarin áratug, hefur ástand miðbærins breyst mikið, verslunar Laugavegi hefur átt til högg að sækja og götmynd bæði Laugavegs, Hverfisgötu, Skólavörðustígs og orðið einsleiknar eitthvað tegundur ekstra varðar. Fyrir vikið sakar ekki að kanna hver áhrif þessa breytinga kunna hafa verið á íbúabyggð á svæðinu með það fyrir sjónum að leiða fram farsælt samlyndi íbúa og rekstraraðila. Svo bóku við mál númer 5. Og það hérna Sjálfstæðisflokkurinn fagnar tillögu þess efnis að sálfræðingar hafi fasta viðveru í öllum grunnskólum borgarinnar en foreldrar og starfsfólk grunnskóla hafa lengi kallað til fastri viðveru sálfræðinga í grunnskólum. Jafnframt það almennt viðmið í rekstri að styttri vegalengd minnki viðskiptakostnað og bæti gæði þjónustu. Því ætti tillagan að vera vel til þess fallin að skila borginni meiri ágóða frekar en minni í framtíðinni. Ok. Jæja. Þá reiknast mér til að öllu lokið sem við þurfum að afgreiða á þessum ágæta fundi. Og þá langar mig að þakka ykkur öllum fyrir samstarfið þessi undangengnu 4 ár. Það hefur gengið á ýmsu, eins og þið vitið. Það hefur stundum verið gaman og stundum verið leiðilegt. Oftast verið áhugavert og klárlega verið lærdómsríkt, myndi ég segja. Og nú veit ég ekki hvort við erum öll sammála það að við höfum fengið það sem við áttum skilið upp úr kjörkössunum. En við fengum þá allavega það sem að borgarbúum fannst við eiga skilið upp úr kjörkössunum. Og við þurfum bara að finna leiðir til þess að lifa með því hvert í okkar hátt. En ég tek undir það sem hefur komið fram hérna áður og þakka ykkur öllum bara kærlega fyrir og sérstaklega óska ég þeim borgarfulltrúum sem eru fráfarandi, annarkvort af því að þeir buðu ekki fram eða af því að þeir fengu ekki brautargengi, bara velfarnaðar í sínum næstu störfum og trúið því bara að þeir munu standa ykkur bara mjög vel í því, það er mikil reynsla hérna sem maður fær hér og bara þetta er gaman. En hvernig sé því líður, þá óska ég nýrri borgarstjórn sem tekur við á næsta fundi bara allrar gæfu að takast á við verkefnin og stjórn borgarinnar. Þetta verður alveg örugglega skemmtilegt áfram, þó það verður örugglega eitthvað öðruvísi líka. En þakka ykkur öllum bara kærlega fyrir og bara, já, þakka ykkur fyrir líka að hafa veitt mér þann heiður að vera forseti hérna síðasta árið. Þetta var mjög lærdómsríkt og skemmtilegt. Takk fyrir mig. Og þá er fundið slitið.